Fundur settur í bæjarstjórn Vestmannaeyja miðvikudaginn 27. nóvember 2024. Haldinn hér í Ráðhúsinu og hefst núna klukkan 14 og þessi fundur númer 1611 í röðinni. Forföll boðaði Gísli Stefánsson af D-lista og í hans stað situr fundinn Óskar Jósúason, varamaður af D-lista og hann boðinn velkominn. Áður en gengið til útsendrar dagskrár legg ég til að inn á dagskrá þessa fundar verði tekin með afbrigðum fundargerð bæjarráðs númer 3226 en sá fundur var haldinn núna í morgun. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þessi afbrigði gjöru svo vel að gefa merki. Afbrigðin eru samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Á dagskrá þessa fundar eru þá 10 mál. 1. Fjárhagsáætlun Vestmannaeyja 2025 síðari umræða. 2. 3 ára fjárhagsáætlun 2026-2028 síðari umræða. 3. Umræða samgöngumál. 4. Tjón á neysluvatnslögn, almannavarnalögn. 5. Framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja fundur 310. Framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja fundur 311. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur 411. 8. dagskrármálið verður framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja fundur 312. 9. Fræðsluráð Vestmannaeyja fundur 390. Og 10. Bæjarráð Vestmannaeyja fundur 3226 sem við vorum að taka hér inn á dagskrá með afbrigðum. Og þá göngum við til dagskrár. Fyrsta dagskrármálið fjárhagsáætlun fyrir Vestmannaeyjabæ 2025 síðari umræða. Íris Róbertsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar nú lögð fram til seinni umræðu í bæjarstjórn Vestmannaeyja 27. nóvember 2024 í samræmi við samþykkt ferli við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Áætlunin var lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn sem fór fram þann 7. nóvember síðastliðinn samkvæmt 1. málsgrein 62. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og 51. grein bæjarmálasamþykktar. Samhliða áætlun næsta árs verður jafnframt lögð fram hér 3 ára áætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árin 2026, 27 og 28. Rekstrarafgangur hækkar milli fyrri og síðari umræðu. Samkvæmt framlagðri fjárhagsáætlun nú við seinni umræðu rekstrarafgangur A-hluta bæjarsjóðs 313 milljónir en hjá samstæðunni 541 milljón. Veltufé frá rekstri áætlað tæplega 986 milljónir hjá A-hluta og tæpar 1422 milljónir í samstæðunni. Breytingar urðu í meðförum bæjarstjórnar og bæjarráðs milli umræða og hækkar afkoman í A-hlutanum 13,5 milljónir og hjá samstæðunum 31 milljón frá þeirri áætlun sem lögð var fram við fyrri umræðu. Tekið mið áætlun jöfnunarsjóðs sveitarfélaga við áætlun á framlögum úr sjóðunum. Gert ráð fyrir 481 milljón framlag á jöfnunarsjóði þessari fjárhagsáætlun. Þess skal getið að að ræða áætlað framlag úr sjóðunum fyrir árið 2025 ekki úthlutun. Mikilvægt að geta þess að öllum gjaldskrám hækkunum stillt í hóf þar sem einungis 3,5% hækkun á gjaldskrám í A-hluta í þeim gjaldskrám sem eru í takt við loforð vegna langtíma kjarasamninga. Gert ráð fyrir álagningarhlutfalli fasteignaskatts og íbúðarhúsnæði lækki milli ára í 7. sinn á 7 árum úr 0,25 árið 2024 í 0,235 fyrir árið 2025 og álagningarhlutfall atvinnuhúsnæði lækkar jafnframt í 5. sinn á 6 árum úr 1,35% í 1,325 á næsta ári. Með þessu móti þetta dregið úr áhrifum þess sem hækkun á fasteignamat hefur verið og gert til þess að minnka álögur og íbúðafyrirtæki í Vestmannaeyjum.
Breytingar á fjárhagsáætlun milli umræðna, ef hort á A-hlutann þá útsvarstekjurnar varlega áætlaðar og byggja á rauntekjum ársins 2024. Útsvarsáætlun breytist ekki milli umræðna og því sú sama og var kynnt á bæjarstjórnarfundi 7. nóvember síðastliðinn. Útsvarstekjur næsta árs áætlaðar 3,72 milljarðar króna. Einstaka málaflokkar, ef við förum aðeins yfir það að skatttekjurnar að hækka, eða málaflokkur 0,0 sem kallað skatttekjur, og hækka 28 milljónir vegna málefna fatlaðra. Tekjurnar voru áætlun við fyrri umræðu en nú hafa verið gefin út tillögur að úthlutun næsta árs frá jöfnunarsjóði og þetta 28 milljónir króna hækkun. En tilfærsla var einnig gerð á framlögum af málaflokki 02 og 04 sem félagsþjónustan og fræðslumálin upp á 46 milljónir. Það sem eðlilegt að færa framlög jöfnunarsjóðs inn á skatttekjulykilinn en ekki beint inn á málaflokkana, þannig þetta bara tilfærslur á tekjum að ræða, ekki nýja tekjur. Þannig breytingarnar á skatttekjunum samtals 75 milljónir. Og við byrjum á félagsþjónustunni, þá lækka kostnaður 3,4 milljóna á milli umræðna vegna tilfærslu yfir á 0,4 og vegna hlutdeildar í launakostnaði sem fellur niður. Það var við fyrri umræðu, þá var stöðugildi skipt á 3 deildir en nú verður stöðugildi allt sett á eina deild og þannig þetta bara inn og út. Þetta eru 3 svona færslur með tilfærslum. Heilbrigðismálin standa óbreytt, fræðslu og uppeldismál, tekjur lækka 44 milljónir og það snýra jöfnunarsjóðnum sem ég var að segja ykkur frá áðan. Það að færist ekki inn á uppeldismálin heldur beint inn á 0,0 og þetta bara tilfærsla. Menningamálin hækka 2,7 vegna vanáætlunar launa með við samþykkt stöðugildi og tilfærslu á tækjakaupa milli deilda. Það gerist ef að vera skráin launaáætlun í menningamálum að það duttu út mánuðir, þannig það var áætlað 0 stöðugild á mánuði sem átt að vera út árið. Þannig þetta sést bara þegar farið í yfirferðina, þannig þetta ekkert nýtt, það bara vantaði sumarmánuði inn á stöðu hérna hjá bókasafninu. Svo förum við í æskulýðs- og íþróttamálin, kostnaður hækkar 19,9 milljónir og það náttúrulega langstæðsti þátturinn tækjakaup upp á 12,5 milljónir sem voru samþykktar á milli umræðana fyrir golfklúbbinn og IPVAF og svo tilfæst á innri leigu og svo vantaði örlítið upp á að það virtist hafa dottið út við fyrri yfirferð varðandi aðkeypta vinnu út af þrifum á einum stað. Þannig þetta var leiðrétt á milli að því að eins og ég hef sagt ykkur áður að þá fara framkvæmdastjórar algjörlega yfir áætlanirnar á milli. En brunamálin óbreytt, hreinlætismálin standa líka óbreytt frá fyrri umræðu, skipulags- og byggingamál, það tilfærsla vegna hlutdeildarinnar í launakostnaði sem ég sagði frá áðan, en ég vil vekja athygli á því að við fyrri umræðu þá var hér bókun frá minnihluta sjálfstæðismanna það að þeir gerðu athugasemdir að vildu láta skoða betur stöðugildi sem var sett inn á tæknideildina og það var gert, framkvæmdastjórnin fór aftur í gegnum það og heldur því ennþá til haga að þetta hálfa stöðugildi verði inni og það ennþá inni, en ég held að sé rétt að geta þess að þetta ekki meirihluta minnihluta ákvörðun heldur þetta í rauninni verið að setja inn tillögu frá framkvæmdastjórn sveitarfélagsins vegna þess að sökum álags og annað tekur sveitarstjórnin undir þær óskir sem koma frá þessum framkvæmdastjóra. Í 10. málaflokkur 10 umferð- og samgöngumál standa óbreytt, umhverfismál standa óbreytt, atvinnumál standa óbreytt, framlög til B-hlutafyrirtækja standa óbreytt á milli umræðna. En sameiginlegur kostnaður hækkar 8 milljónir vegna þessar launatilfærslu sem verið að segja ykkur frá áðan, það bara inn og út en annað lækkar á móti. Sameiginlegur kostnaður, já, og svo tökum við eignasjóðinn. Tekjur hækka 6,3 milljónir vegna innri leigu í málaflokki íþrótt og æskulýðsmála. Þetta var eitthvað sem þurfti að laga á milli umræðna og kom sem hækkun á málaflokk 06 áðan. En þá þjónustumiðstöðin stendur óbreytt á milli umræðna, en þá tökum við B-hlutafyrirtækin og það hafnarsjóður, kostnaður hækkar þar 7 milljónir vegna þess að samningur við Björgunarfélagið sem við samþykktum hér fyrir 3 árum, hann var ekki inni fyrir umræðu sem voru bara mistök, en samningurinn eftir 5 ára, þannig við yfirferðslu þá var bara farið og hann settur inn, þess vegna hækka málaflokkurinn 7 milljónir. Vatnsveitan,
Það svolítið sérstakt að þetta heitir vatnsveita í bókum Vestmannaeyjabæjar þó að við eigum ekki vatnsveitu. Þetta auðvitað bara vatnslögnin í sjónum sem þarna undir, bara sem eign, og við áætlum venjulega ekkert á þennan lykil. En nú þarf að áætla á vatnsveituna vegna neðansjávarlagnarinnar, bæði NSL 3 sem náttúrulega auðvitað með stórlöskuð og vegna almannavarnalagnarinnar NSL 4, en kostnaður settur þar inn og hækkar 10 milljónir, þetta var á nulli og það út af lögfræði kostnað og annaði sérfræði þjónustu sem að falla til út af því sem við erum að standa í núna. Svo náttúrustofan tekjurnar hækka 500.000 vegna vöktunar og náttúru, þetta var verkefni sem var ekki komið inn. Og þá það Eygló, þá farið aftur yfir launaþátt og annað í því og það lækkar 650.000 áætlunin á Eygló. Herjólfur, bæjarstjórn og bæjarráð óskaði eftir því að farið yrði ofan í áætlun Herjólfs sem var skilað hér á milli umræðuna, fyrir umræðu upp á 32 milljón króna tap. Stjórnin og framkvæmdastjóri hafa farið yfir það og við höfum fengið inn nýja áætlun sem var kynnt fyrir okkur í bæjarráði í morgun og það eru breytingar og tekjum upp á 35 milljónir og gjöldin hækka 2 en sem þýðir það að Herjólfur með 568.000 krónur réttu með við nullið en ekki 32 milljónir í mínus. Þannig að það breyting þar. Það gott að skoða launakostnað, það gott að staldra við og skoða samspil tekna og gjalda á milli ára í áætlun. Á þessum glærum sjást hækkanir á gjöldum og tekjum, hvernig það að haldast í hendur og ég bara að tala A-hlutan, af því það náttúrulega rekið fyrir skatttekjur og við eigum að geta haft algjörlega stýringu á því. Á árinu núna 2025 orkuverð að spila svolítið inn í hækkunina á gjöldunum, en venjulega þegar við erum að skoða þetta þá eru launatekjurnar nánast á pari við hækkunin alltaf. Þetta sko 95-6% eru það launin sem að búa til hækkunina á kostnaðinu. En það ágætt að skoða þetta, þið sjáuð alltaf tekjurnar okkar eru að hækka, þannig við erum ennþá sjálfbær inn í þessum parti og það náttúrulega það sem skiptir máli. En svo ég hérna líka með, ef við skoðum aðeins launakostnað sveitarfélagsins og það mikið verið að bera saman sveitarfélag og það sem að fjármálastjórinn gerði, hann tók sveitarfélag sem eru sambærilega stærð og eru þá að sinna svona svipuðum verkefnum að svipuðum stærðargráð og við. Og við skoðum þetta bæði sem hlutfall af tekjum og sem laun sem hlutfall af útsvari og tölurnar eru teknar úr ársreikningum sveitarfélaga frá 2023 og hjá Vestmannaeyjabæ eru laun sem hlutfall af tekjum í A-hluta 50,5% sem nokkuð lágt með samanburðarsveitarfélögin og það á líka við þegar laun eru skoðun sem hlutfall af útsvari sem 81,5 hjá Vestmannaeyjabæ en þar sjáum við að það Seltjarnarnesbær neðar en við en það hérna, þeir eru reyndar búnir að hækka þannig ég held að séu mjög fá sveitarfélög sem eru hérna, sem fullnýta ekki útsvarið, við erum ekki að gera það. En þetta það ágætt bara að mæla þetta af því þetta gríðarlega mikilvæg mælikvarði á það að því launin eru svo stór þáttur og stýra miklu hjá okkur. Þá langar mig aðeins að fara í hérna fjárfestingagetun okkar, að því við fókusum svolítið á fjárfestingarnar í þessari seinni umræðu og það var haldið áfram með vinnu sem snýra langtíma fjárfestingarplani Vestmannaeyjabæjar á milli umræðuna og hópur sem skipað var á bæjarráði hefur farið yfir og fengið upplýsingar stöðu á fasteignum og fengið fram þær fasteignir sem við höfðum mestar áhyggjur af og það auðvitað íþróttamiðstöðin og barnaskólinn en vinnu hópsins ekki lokið, það var horft svolítið til bara 3-4 ára sem við þurftum að klára núna en stefnt að því að þessur hópur ljúki vinnu og fyrir hluta næsta árs það sem afraksturinn verður langtíma fjárfestingaplan sem kynnt verður í framhaldinu og að sjálfsögðu verður það plan og áður það kemur hérna inn í bæjarstjórn verður það búið að fara í umræðu við bæjarstjórn, ekki bara inn í þessum hóp. En funda var með bæjarstjórn á milli umræðuna og farið yfir þær fjárfestingar sem hópurinn lagði til fyrir fjárhagsáætlun 2025 og í A-hluta sveitarsjóðs eru áætlaðar eignfjárframkvæmdir að fjárhæð 708 milljónir en í B-hlutanum 367 milljónir en svo þaraf inn í þessum B-hluta áætlunum eru 100 milljónir sem í rauninni lán til vatnsveitunar okkar vegna þess að við þurfum að minnsta kosti að fjármagna eins og staðan í dag þessa almannavarnalögn.
En við auðvitað tölum að við séum að fjármagnana. En við lánum þetta því vatnsveitan auðvitað bara leiðslan í sjónum og enga tekju með og svona, þannig að við þurfum að lána þarna inn. En breytingarnar á milli umræða felast þess að í þessum 100 milljónum og 34 milljónum sem eru ýmis lítil verkefni sem eru inn í fjárhagsáætlun undir eigfærsluverkefna. En það mikilvægt að hafa í huga að reiknum framkvæmdageta á árinu 2025 væri 1400 milljónir. En við gætum ávallt varfærni og horfum til þess að við séum að horfa til 75–80% raungetu og það á bilinu 1050 til 1120 milljónir. Þannig að við erum innan þessa ramma þó við séum líka að lána til almannavarnalagnarinnar. En þetta auðvitað alltaf, við búum í þannig samfélagi að það getur ýmislegt breyst. Þess vegna mikilvægt að fara varlega. Þá ætlum við að kíkja aðeins á helstu verkefni og það íþróttamannvirki og það verður að halda því til haga að búningsklefar við íþróttamiðstöðina og aðstaða fyrir starfsfólk í íþróttahúsinu, sérklefar og ýmislegt annað sem við erum nú ekki að uppfylla að fullu í tengslu við starfsemi íþróttahúsins í dag partur af þessu og þetta auðvitað líka skólahúsnæðið okkar. Og við sem búum hér í Vestmannaeyjum og vitum öll að það ýmislegt sem má betur fara í, húsakosti íþróttamiðstöðarinnar. Og það mikilvægt að þetta verkefni fari á stað og þetta útboð á fyrsta verkþætti lokið og hefjast handa við jarðvegsvinnu á næstu vikum. Næsti verkþáttur í undirbúningi til útboðs en áætlað að þessi framkvæmd sem á 2 hæðum, á neðri hæðinni áætluð fullkláru rými sem allir klefarnir sérrýmið, þvottahús og ýmislegt annað fyrir aðstaða fyrir starfsfólk og annað sem kröfur orðnar á í dag í. En þetta verður steypt upp 2 hæða húsnæði, það ekki búið að ákveða hvað verður sett uppi, en það var algjörlega ljóst að það mun hagstæðara að steypa þetta upp í 2 hæðum heldur en að steypa bara upp 1 hæð og allir svo steypa hana. Það bara var farið í gegnum það. Það þess vegna sem þetta gert með þessum hætti, en það ekki búið að áætla neitt fjármagn til þess að fara í neitt innanhús á efri hæðinni, en það það svolítið ennþá. Það eru hugmyndir uppi en bæjarstjórn hefur ekkert tekið neina afstöðu til þess í rauninni formlega hvað á að fara þar inn eða hvernig það á að vera. En auðvitað verður svo heildaráætlun fyrir uppbyggingu og endurbætur í kringum íþróttasvæðið og íþróttamiðstöðina partur náttúrulega því sem við erum að gera til að horfa fram í tímann. Því það eru ýmsar óskir sem þarf að huga að. En svo þurfum við líka að sníða okkur stakk eftir vexti. Gjábakkinn, endurnýjun og breyting, kanturinn hefur verið dæmdur ónýtur og því hefur þetta verkefni verið tekið fram fyrir önnur verkefni í samráði við Vegagerðina. Við vorum hér eins og við vitum áður með styttingu á Hörgæragarði sem var svona risastórt verkefni sem við vorum að fara í, en við höfum seinkað því verkefni út af Gjábakkanum. Gjábakkinn bæði þannig að við verðum að laga hann, orðinn bara búið að dæma hann ónýtan, sprunginn frá og annað. En einnig mikil þörf á því að við getum tekið á móti svokölluðum ró-ró-skipum. Þannig við munum nota tækifærið þegar við förum í þennan partinn af Gjábakkanum og í samráði við Vegagerðina því þetta styrkt af hafnabótasjóði og það búið að panta stálið í þetta, að þá verður þetta gert með þeim hætti að það verður settur, svona halli verður stálþurrleikinn niður og steypt þekja og svo verður hægt að taka á móti þessum skipum, að verður svona skái. Og það áætlað að þetta verið tilbúið bara í nóvember 2025. En steypta þekjan, þetta þarf að sunka niður, steypta þekjan verður sett árið seinna, en það verður hægt að nota kantinn og allt á næsta ári, en eins og ég segi, það ekki hægt að steypa fyrir árið seinna. Segja mér fróðara menn, ég að hafa þetta eftir öðrum. En þá það almannavarnalögnin sem auðvitað gríðarlega stórt mál fyrir okkur sem erum hér í bæjarstjórn og hefur verið ofboðslega fyrirferðarmikið bæði hjá vatnssóknum og í bæjarráði. Formlegu forvarsferli lokið og bara verið að stefna því að kaupa og gera kaupsamning lögnina sjálfa
og þessu forvalsferli lauk 20. nóvember síðastliðinn og það voru 2 sem að buðu í þetta eða skiluðu inn tæknilegum gögnum. Það er ekki verið að bjóða, þetta hefur tæknilega getu til að leysa verkefnið. Og það voru 2 sem skiluðu inn og það var bara mjög fljótlega ljóst bara annar aðilinn uppfyllir tæknilega kröfur. Þannig nú verið samtal í gangi við þann aðila og þetta er ekki svona prúttvara. Við vitum í rauninni hvað svona lögn kostar og það þarf bara að ganga frá ákveðnum samningum og svoleiðis í kringum það. Og það er það sem við þurfum eiginlega að gera og klára núna fyrir 20. desember. Vestmannaeyjabær mun standa straum af fjármögnun á þessari almannavarnalögn en ríkið mun koma inn í það og við skuldbundið sig til að leggja 800 milljónir í svokallaðan stoppstyrk samkvæmt samningi. En vatnsveitinu verður veitt lán eins og ég kom inn á hérna áðan til þess að standa straum af því sem hún þarf sem að við þurfum í raun að leggja fram á móti ríkinu. Að því framlagið hjá ríkinu er sett upp þannig núna að það er til jafns framlagið okkar og framlag ríkisins. En allt kapp er lagt á að þessi lögn verði lögð sumarið 2026 og það er ekki að því við viljum ekki leggja hana næsta sumar. Það er bara ekki hægt að fá hana fyrr. Og ef við klárum ekki og göngum ekki fara á þessum hlutum núna að þá myndi verkefninu seinka mögulega 1 ár. Þannig þess vegna skiptir miklu máli að klára þetta. En áframhaldandi samtal mun að sjálfsögðu eiga sér stað í ríkið fjármögnun á lögninni. Þá er það Hásteinsvöllur. Búið er að bjóða út jarðvegsframkvæmdir við völlinn en tilboðinu eina sem barst var hafnað. Verkið hefur verið boðið út aftur og bara styttist í að þau tilboð verið opnuð. Þetta mun ekki hafa áhrif á framkvæmdartíma verksins. Vegna þess inn í framkvæmdartímanum, jarðvegsvinnun og það, er 5 mánaða tímabil fyrir 3 mánaða vinnu. Þannig að það er ennþá verið að áætla að verklok séu í maí á næsta ári, eins og VFSO sem nánast hefur hannað alla gervigrasvelli á Íslandi, er með hönnunin á þessum velli og er að sinna því og teikna upp þessa tímalínur og gera þetta. Það verið eitt lið, með minnir að verið Víkingur sem lenti í svona 10 daga seinkun vegna þess að það var svo svakalegur snjór yfir 1 veturinn hérna á Suðurlandinu. Öllu, þið munið eftir því hérna og þá lentu þeir í því að þeir voru ekki fyrir 20. eitthvað maí komnir. En verklok eru áætluð 1. maí, samkvæmt þessu. Það á að vera allt tilbúið undir móttuna 1. apríl og þetta á bara að taka mánuð. En reynslan er að þetta sé að taka 4 til 6 vikur, vinnan eftir að hún sé byrjuð. En þetta er auðvitað gert til þess að bæta vetraraðstöðu og flóðlósin verður svo sett í framhaldi 2026. En það er alveg ljóst að þetta mun bæta aðstöðu til iðkunar knattspyrnu á veturnar og tilgangurinn er að auka nýtinguna líka á Hásteinsvelli. Hásteinsvellur er nánast bara notaður fyrir meistaraflokkana en það mun breytast með þessu töluvert mikið og bæði fyrir keppni, fyrir æfingar og keppni fyrir alla iðkendur sem spila á stórum velli. En þá ætlum við að koma aðeins hérna barnaskólanum. Ástand barnaskólans og framkvæmda þörf hefur verið metin og við henni þarf að bregðast. Eins og var rætt hér á milli umræðina þegar bæjarstjórn ræddi fjárfestingaáætlunina að þá er þetta ekki verkefni sem við klárum á 1 ári. Laga þarf ytra byrði og glugga núna, endurbæta sal og aðstöðu til að framreiða mat í salnum. Taka á nokkrar stofur í gegn og setja kerfisloft, bæta lýsingu og það þarf að skoða loftræstilausnir í skólanum. En það er alveg ljóst að það er mikið verk fyrir höndum í barnaskólanum sem er núna verið það búið að taka, hérna svona raða upp fyrstu verkunum en það er alveg ljóst að næstu 23 árin þarf að gera mjög mikið þar. Þá er það Hamarsskólinn. Það á að fara í endurbætur á kennarastofu og aðstöðu matráðs þar inni. Það er orðið töluvert aðkallandi eftir breytingarnar sem gerðar voru þegar koma í rauninni inn 2 starfsstöðvar og ýmislegt. Það hefur ekkert verið gert þarna síðan skólinn var byggður. Það á að laga ákveðna útiaðstöðu fyrir utan skólan. Það á að setja upp loftræstikerfi í B- og C-álmu skólans, klára sérrými inn í kennslustofur í Víkinni. Það er búið að reyna, það var einnig kennslustofu breytt, gert sérrými þar inni sem stórbætti alla hljóðvist og alla vinnu með 5 ára börnunum inn á deildunum. Þannig það er búið að gera þá tilraun og það er óskað eftir það verið haldið áfram með það. Svo er það tónlistarskólinn. Það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að taka aðgengismál tónlistarskólans í gegn.
Það þarf að setja lyftu, það þarf að bæta annað aðgengi í húsinu, það þarf að endurnýja salernisaðstöðu, mála húsið þó það sé ekki beint eignframkvæmt en það þarf að mála innan hús og svo þarf að bæta hljóðvist í sal. En svo komum við að íþróttahúsinu, auk þess við séum í þessari viðbyggingu, þá nauðsynlegt að setja upp nýtt síukerfi í sundlaugina. Það bara orðið löngu tímabært og búið að fara í gegnum og var farið aðeins í gegnum með bæjarfulltrúum hvers vegna það. Það þarf að klára og endurnýja tartanið út í svæðinu. Það komin tími á að slípa og lakka parkett í sölum íþróttahússins og svo þarf ákveðið viðhald á þær stúkur sem eru inn í húsinu. Mjög margt annað í farvatninu sem tengt uppbyggingu íþróttamiðstöðvar og mun svona vera kynnt þegar bæjarstjórn hefur farið í gegnum það sem verið að leggja til og tekið ákvörðun hvernig það verður hugsað til framtíðar. En það búið að telja núna upp 3 skólabyggingar og auk íþróttahúsin sem náttúrulega líka skólabygging. Þegar við horfum til þess að við höfum svona 1000 milljónir sem hámarks fjárfestingar sveitafélagsins án þess að taka lán, að miðað við núverandi stöðu, þetta ræðst auðvitað að því hvernig sveitafélaginu gengur í rekstri, að þá það alveg ljóst og það var alveg ljóst við fyrri umræðu að það engin áhugi hjá neinum bæjarfulltrúa að taka lán. Og ef við ætlum okkur að framkvæma fyrir eigið fé og sjá til þess að við séum ekki að taka lán, að þá það alveg ljóst að við gerum ekkert meira en fyrir 1000 milljónir í hæsta lagi. Það orðið gríðarleg uppsöfnuð þörf á uppbyggingu og endurnýjun til staðar á nokkrum stórum eignum hjá okkur. Og það við eins og ég kom inn áðan einna helst íþróttamiðstöðin og barnaskólinn. Við erum að stíga stór skref bæði íþróttamiðstöðamegin og barnaskólamegin, en svo þarf að horfa til ákveðna verkefna, Hamaskólamegin og tónlistarskólamegin. Og það hefur verið haft samráð við stjórnendur í þessum stofnunum þau verkefni sem eru í fórgangi og það mikilvægt að huga að þeim fasteignum sem bærinn á og koma þeim í töluvert betra horf en þeir í dag áður en farið í nýfjárfestingar. Og þetta bara ábyrgðar hlutur af okkur hér sem erum hér. Og svo bæti nú ekki úr skák að staðan á vatnslögninni og fjárfestingar í nýrri almannavarnalögn, þó að það sé aðeins lán, þá það samt peningar sem koma frá bæjarsjóði allavega tímabundið. Það þarf líka að taka tillit til þess, enda ekki tryggingabætur sem munu bæta skemmtina á lögnunum. Þannig við erum með 2 vatnslagnir sem þarf að koma í gegn, almannavarnalögn og viðgerð og skemmtilögninni, og það ekkert í hendi hvernig það verður fjármagnað. Og mun það skýrast bara næsta ári, allavega fyrirparturinn, hvernig þau mál þróast. Það var því tillaga vinnuhóps bæjarráðs og svo sameiginleg ákvörðun bæjarstjórnar hér á fundi að leggja til að forgangsraða með þessa hagsmuni í húfi sem farið yfir áðan, það að tryggja það að við sinnum eignunum okkar, bætum aðstöðun á þeim eignum sem virkilega kalla á viðhald, enda hafa forsendur breyst síðan var tekin ákvörðun að fara í viðbyggingu við Hamaskóla og því það ljóst að fresta þar viðbyggingunni. Að því við getum ekki farið í margra milljarða fjárfestingu í Hamaskóla samhliða þessum verkefnum. Það bara ekki hægt. Og það búið að fara yfir það með stjórnendum í skólunum. Það búið að eiga samráð við þá. Það sem við erum að leggja til hér að vera gert í skólanum gert í samráði við þessar stjórnendur. Forgangsröðunin í samráði við þá og var tekin hér og rætt hér á fundi bæjarstjórnar. Og þetta auðvitað ekkert auðveld ákvörðun. En við verðum að forgangsraða og við verðum að sýna ábyrgð og eins og ég benti á ofan á allt þetta, ástandið á ákveðnum eignum, að þá erum við líka með mjög mörg spurningamerki tengt þessari vatnslögn. En bara svo það sé ljóst, þá hef ég sett mig í samband við þessa stjórnendur sem komu á fund til okkar, að því þetta var trúnaðarmál þegar þeir komu og ég búin að upplýsa þá það sem liggur fyrir bæjarstjórn, gerði það í morgun eftir að bæjarráð vísa þessu áfram og þeir hafa fengið punktana sem við fjöllum hér í bæjarstjórn til þess að geta upplýst sitt fólk. Þannig að þeir séu ekki að koma að fjöllum þegar verður spurt, ok, á ekkert að gera fyrir okkur, þá það þetta samtal sem hefur átt sér stað og þeir geta upplýst sitt fólk. Þannig ég er búin að, eins og ég segi, ég talaði við alla skólastjórnendur á það. Þá þetta listin yfir þessar eignfærðu framkvæmdir sem hér og sem eru samtals upp á 1084 milljónir, en auðvitað eru 100 milljónir sem eru þarna inni sem að snúa að þessar almannavarnarlögn.
Og svo eru nokkur smærri verkefni sem eru skemmtileg. Það eru eitthvað sem við verðum að gera að klára frágang og útisvæði við eldheima. Við það áframhaldandi uppbygging á þessum leikvöllum sem við erum að klára. Það búið að kaupa tækjað og alla. Það minnstakosti einn sem stendur út af sem upp í Hrauntúni. Og svo eru löngu tímabar girðingi kringum Þórsvöllum til dæmis og endurnýjun og ákveðnum búnað í Heimaey. Þetta eru dæmi svona minni verkefni. Þá förum við aðeins í gjaldfærðu framkvæmdirnar og sérsamþykktirnar sem eru svona tímabundin verkefni og fjárfestingar. Og þá byrjum við á því bara þetta listinn á verkefnunum sem ég fer svo aðeins betur í eftir. Og það deili- og aðalskipulag. Það mikil eftirspurn eftir lóðum og mikilvægt að skipuleggja ný hverfi og götur til að mæta þeirri eftirspurn og það hefur verið gert. Við erum auðvitað að vonast til þess og að núna næsta ári komi íbúðasvæði við Löngulá inn og það sem gert ráð fyrir hátt í 100 íbúðum að svona blönduð, það einbýli, raðhús og fjölbýli og svo auðvitað alltaf verið að vinna áfram að breytingum á aðal- og deiliskipulagi og það verður líka gert árið 2025 vegna verkefna sem framundan eru og það áætlað í þeir reyndar 5 milljónir lægri fjármunir en á síðasta ári en samt 20 milljónir. Og svo þetta með þessa leikvelli, við áætlum alltaf aðeins í það á hverju ári en það snýr líka að við að koma að skólalóðunum, það sem verið að viðhalda og laga þar. Það þarf að laga til dæmis bara, því ég labba nú mikið fram í Hamarsskóla, trampólín og ýmislegt. Það sem notað þarf að sinna og laga. En það eru nýir og uppgerðir vellir á mörgum stöðum íbúðahverfum og opnum svæðum og ég verð nú að segja það því að ég nú með leikvöllin hann á Stakkó fyrir augunum. Hann alveg gríðarlega mikið notaður. Hoppudínan, leikvöllurinn þetta svakalega mikið notað af börnum á öllum aldri, við skulum segja það. Og litli völlurinn sem fyrir ungu krakkana, hann rosalega velheppnaður. Þannig að þetta jákvætt, mjög jákvætt og gerir sveitarfélagið að betri kosti fyrir íbúa. Þá erum við með þessa heilsueflingu. Eitt tilbaka, ég var svo spennt. Eitt tilbaka alltaf vissin. Hvað gerist þá? Já, heilsuefling fyrir eldri borgara hefur tekist einstaklega vel. Við erum náttúrulega búin að vera í því bara í rúm 5 ár og markmiðið auðvitað að stuðla betri heilsu og lífsgæði eldri borgara og draga úr útgjöldum ríkisins, en auðvitað líka útgjöldum okkar og vera fyrirmynd í heilsutengdum forvörnum. Það ofsalega góð þátttaka í verkefninu. Við greiðum fyrir 80 einstaklinga, menn það eru svona 100 sem að rúlla í gegnum verkefnið. Og einnig býður Janus heilsuefling fyrir utan verkefnið sem nú okkur á kostnaði lausu upp á heilsueflingu fyrir einstaklingar sem eru í dagdvöl í bjarginu. Og það að skila bara mjög jákvæðum árangri þar inn. Svo ef þið keyrðu skólaveginn á þann, þá sjáu þið að það nú að vera að reyna að henda sér í það að laga hér gangstéttar. Og það búið að kortleggja svolítið stöðuna á gangstéttunum og forgangsraða og skólavegurinn sérstaklega öðrum megin efriparturinn alls ekki til fyrirmyndar. Þannig nú erum við að laga það og það við settum líka nefnilega í síðustu fjárhagsáætlun peninga í að laga gangstéttar og það svona gert ráð fyrir því á hverju ári sé peningur til þess að laga aðgengi allstaðar og gangstéttar. Og þar sem við erum í aðgengismálum og alveg svo með tónlistarskólan áðan, þar kemur jöfnunarsjóður á móti sveitarfélögum. Það sem verið að setja inn lyftur og laga aðgengi. Svo erum við með samstarfsverkefni í markaðsmálum og ferðatengdu og það gert ráð fyrir áframhaldandi samstarfi við ferðamálasamtökin kynningu og markaðssetningu á næsta ári, en það auðvitað ekki bara samstarfi þau. Við erum líka með ýmis önnur verkefni sem tengjast þarna inn, en árangurinn af þessu samstarfi hefur verið góður, en við erum auðvitað með það markmiði að fá fólk til Vestmannaeyja til þess auðvitað styðja við það sem við höfum upp á að bjóða hér, fjölga ferðamönnum, lengja tímabilið, en auðvitað að auka ákveðin lífsgæði sem við höfum hérna líka. Og númer 1, 2 og 3, þá viljum við lengja þetta tímabil. Að því við sem hér búum, við náttúrulega græðum á því að tímabilið lengist og ég þarf nú ekki að útskýra af hverju það En
svo það eins og ég myndist á áðan að það björgunarskipið og mér skilst að sveitarfélögin sé orðin 2 eða 3 sem hafa komið inn í það að styðja við þessi björgunarskip. En ég veit til dæmis, að minnstakosti veit ég að Ísfélagið hefur komið að þessu líka að styðja við kaupa björgunarskipum, en þetta þannig að fyrsta skipið kom til Vestmannaeyja, ríkið fjármagni þarna ákveðin skip, þó við erum að borga fyrir í rauninni stuðning við þetta skip, þó að við séum að greiða það á svona mörgum árum, af því það voru rauninni peningateknir annars til að klára borg okkar og svo borgum við inn. En ég held að við getum verið mjög stolt af þessu, vegna þess að þetta skiptir okkur öll máli og svo sannarlega hefur þetta skip nýst okkur og þetta auðvitað líka hluti af þessum samningi snýra því að ef við erum í vandræði með lóðsinn þá koma þeir endurgjaldslaust og leysa þau verkefni fyrir okkur. Svo eru ýmis umbótaverkefni sem við erum að fara í á höfninni og það auðvitað fyrst og fremst þetta móttaka stærri skipa. Við erum vonandi að fá endanlega skýrslu hvar við eigum að koma þeim fyrir núna í janúar, febrúar og það þarf að vinna ýmislegt í tengslum við það og svo auðvitað að halda áfram undirbúningi og breytingum á Básaskersbryggju sem í samráði við Vegagerðina sem snýr að því að færa þjónustuhúsið, breyta umferðinni og breyta skipulagi og samhliða því að Vegagerðin auðvitað fara í því þegar þeim mun takast að samþykkja samgönguáætlun í ríkinu, á Alþingi sem ég vona verði nú á næsta kjörtímabili. Þeir eru búin að vera mörg ára að reyna að samþykkja þessa síðustu og það ennþá inni í einu tölur síðan 2019, þið getið ímyndað ykkur framlögin sem að sveitarfélögin að fá vegna þess að ekki búið uppreikna þau til Vegagerðarinnar. En þeim hljóta nú að takast það á næsta og það hluti af því að þeir þurfa að fara í að skipta rampinum út fyrir Herjólf og það munu vera rekið stálþil, aðeins breikkuð bryggjan og það sem í samstarfi við Vegagerðina. Það sem á okkur svolítið það sem ofan á bryggjunni fyrir utan húsið. Þannig við þurfum svona að finna út úr því. En svo erum við að halda áfram að fegra Hafnarsvæðið. Ég verður bara að segja að það þarf algjörlega að verða til fyrirmyndar hjá okkur hvernig þetta að verða snyrtilegt og fallegt þarna niður frá. Þá eru ýmis bara verkefni, umbótaverkefni, en glærurnar eru ekki alveg í réttri röð, Sigurjón, þannig ég ætla að fá að glæran sem var áfram áðan með gjaldfarakostnaðinum og sérstöku verkefnum, það eru sérstöku verkefni eru på 204 milljónir undanskildu viðhaldi húsa og viltu hafa áhrif eru 10 milljónir, í A-hluta eru 302 milljónir og í B-hluta 52 tæpar. En við getum verið gríðarlega stolt af því að hjá Vestmannaeyjabæ raunveruleg áhersla á fræðslumál og staðan bara þannig að það eftir því tekið. Áherslan, hún felst meðal annars í því sem við köllum snemmtaka íhlutun og það sérstakt starfshlutfall sérkennslustjóra inn í leikskólanum hjá okkur sem á að mæta þörfum nemenda og grípa inn eins fljótt og hægt þó að greininga liggi ekki fyrir. Og það margbúið að sanna sig, þetta ódýrasta úrræði sem sveitarfélagi getur verið í. En svo erum við með verkefni okkar Kveikjum neistan sem ég ætla að tala aðeins hérna á eftir sem risastórt og metnaðfullt þróunarverkefni. Við erum með þróunarsjóð leik-, grunn- og tónlistarskóla sem var settur á 2019 og við bættum við tónlistarskólanum á síðasta ári. Og samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef ennþá bara eitt annað sveitarfélag sem með sambærilegan sjóð. Stoðkerfi skólana hefur verið styrkt á undanförnum árum samkvæmt tillögum skólafólks meðal annars með breytingum á stjórnun og stuðningi og þessu stoðkerfi sem innan skólans og utanum hann og mikilvægt að það sé virkt samtal til að mæta þörfum nemenda hverju sinni á milli bæjarins og skólaskrifstofu og skólana. Unnið að breytingum á umgjörð og leikskólastiginu og starfshópur í gangi sem mun skila tillögum á nýju ári. Og undanförnum 5 árum hafa 55 milljónir farið í tækja- og tæknivæðingu skólana ásamt innleiðingu á nýrri tækni og áfram verður unnið eftir útskipti og endurnýjun áætlun sem liggur fyrir til ársins 2030. Þörfin fyrir leikskólapláss hefur aukist og Vestmannaeyjabær hefur brugðist við því. Þessi upptalning endurspeglar auðvitað þann metnað og það framsýni og það áherslur sem sjá má í fræðslumálum og ég ætla aðeins að fá að fara í nokkur af þessum verkefnum. Það hér mjög marga myndir af Önnu Rós og Palla og þið bara fyrirgefið, þetta það sem var tekið en þetta var mikil ánægja og við bara
kona eins bæjarfulltrúa sá til þess að þetta var sett á klærurnar. Leikskólarnir, ef við byrjum á því, að þá erum við í þessu, með þessari snemmtæku íhlutun, þá erum við að ná miklum árangri. Og við erum með tilfelli þar sem við erum að útskrifa börn úr stuðningi áður þau koma upp í grunnskóla. Og það bara skiptir öllu máli, bæði fyrir tækifærin fyrir börnin og fyrir bara utanumhald og skólan. Það eru fleiri kennarar á nemendur og leikskólastiginu og svona, þannig þetta er mjög gott. Og í fjárhagsáætlun er bara gert ráð fyrir því að halda áfram að anna eftirspurn eftir leikskólaplássum frá börn frá 12 mánaða aldri. Við erum höfum verið aðlaga skólalóðurnar af því það varðu við þetta allt í einu voru komin 12 mánaða börn á báða leikskólan okkar. Skólalóðurnar voru ekki endilega hannaðar fyrir það. Þannig það er búið að gera skurk í því og ný deild var tekin til notkunar kirkjugerð á árinu og svo verður önnur deild til viðbótar í færilegri kennslustofu opnuð á kirkjugerði snemma á næsta ári. Og þetta er gert til þess að taka skref í að brúa bilið sem mér finnst að ríkið er að taka þátt í og það er önnur umræða. Ríkið á auðvitað stíga inn í það þegar heilu ári er bætt á sveitarfélögin á leikskólastiginu án þess að ríkið gerir neitt í því. Þeir styttu framhaldsskólanum 1 ár og lækkuðu sinn kostnað en er komið 1 ár til viðbótar inn á leikskólastigið og það samtal þarf að eiga sér stað. Þá er það uppbygging í tölvu- og tæknimálum og hún hefur verið gríðarlega mikil frá 2020 og árinu 2022 var þessu markmiði náð með 1 tæki á hvern nemenda í grunnskólanum okkar og við innleiðingu var sérstaklega hugað að stuðningi við nemendur og kennara og við höfum haldið því inni eftir samráði við skólan að það er aðili sem er að halda utanum þessa hluti og fylgja þeim eftir og það er sannarlega að skila sér. Og svo verður náttúrulega þessi áætlun sem er búið að skila til skólaskrifstofunar endurnýjun og viðhaldsvinnu tölvu- og tæknimála. Þannig við munum bara vinna eftir henni og áætlunin er í gildi til 2030 en auðvitað er alltaf hægt að taka hann upp og skoða hana. Þá er það umhverfismálin. Mér finnst bara rétt að tæpa á því að umhverfismálin rétt að tæpa því að við leggjum upp úr því að umhverfi Vestmannaeyjabæjar sé fallegt. Við viljum fegra svæði hérna og það er fagleg nálgun í umhverfismálum. Við höfum verið með fagaðila sem stýrir þessari vinnu og við erum með sérstaka umhverfishópa sem hefur líka verið að parti til svona félagslegt úrræði þar sem við höfum verið að skaffa stórum hópum vinnu við ákveðin verkefni og það er bara að skila sér bara jákvætt á alla kanta og svo höfum við þau tæki sem við erum að kaupa inn og svona við erum að skipta yfir í rafmagn á þessum tækjum sem við erum að nota úti og það hefur bara reynst ágætlega. Svo er glæra menningamál. Við höfum ekkert verið að flagga þeim sérstaklega í fjárhagsáætlun en auðvitað erum við náttúrulega gríðarlega öflug þegar þar kemur. Við gleymum því stundum hvað við gerum mikið og hvað við bjóðum upp á mikið. Og einstakt fágætisafn sem við höfum verið núna með í rauninni í vinnslu í svona 4 ár frá því það byrjaði hugmyndirnar en við vorum með á 3 ára tímabili fjármagn í fágætisafnið mun opna formlega í upphafi næsta árs. Og ég held að það verði komið mörgum á óvart hvað er búið að gera þar fyrir þennan pening á þessum tíma og þetta verður mikið stolt fyrir okkur að geta bætt þessu í flóruna. En breytingar hafa verið gerðar á viltu hafa áhrif sjóðnum og nýja reglur verið settar við sjóðinn sem styrkir meðal annars menning og listtengt verkefni og hún hefur verið skipt upp og við erum líka með fjölskyldu- og tómstundaráð sem sinnir verkefnum sem eru á það svið að velja styrkina þar. Áhersla á metnaðarfulla menningarviðburði á hátíðum sem sveitarfélagið stendur fyrir er mikil. Goslokahátíðin er langstærsta verkefnið og alltaf verið að leita leiða til þess að auka fjölbreytni og bæta upplifun íbúa á öllum aldri. En Vestmannaeyjabær hefur gert samstarfssamninga með viðburðarhaldara til þess að styðja við fjölbreytta menningu í heimabyggð og líka til að tryggja varðveislu menningarverðmæta. Og það er svona partur af því sem að við höfum gert og það er ekki í rauninni, við höfum ekki verið að bæta í þessa peninga í fjárhagsáætlun, heldur reglulega, það ákveðin fjárhæð sem alltaf inn í fjárhagsáætlun og þessi samningar hafa verið teknir af þeim. Þeir eru tímabundin, það er ekki verið að bæta í rauninni við heildar fjármagnið.
þá kemur kannski glæran sem hefur hvað mest áhrif á okkur. Þetta glæran sem að við stjórnum ekki og þessir málaflokkar sem eru þarna á, sem eru vatnslögnin, bæði NSL 3 og almannavarnalögnin, þetta eru rafstrengirnir, Vaffin 4 og Vaffin 5, sem verkefni sem búið að ná í gegn og þeir eru að verið að útboðið að klárast og ég hitti mitt forstjóra Landsnets og verkefnið bara alveg á réttu trakki og þessi strengir eiga að koma 2025, svo eru þetta HS Veitu að ganga frá tengibúnaði og öðru sem á að koma hérna megin við til þess að hægt sé að koma inn á kerfið. Stórskipakantur eitthvað sem er í undirbúningi en auðvitað gengur kannski ekkert ofsalega hratt en það munu stórar ákveðnar forsendur munu skýrast strax á næsta ári og þetta samtal sem í gangi við Vegagerðina staðsetningun og annað bara gríðarlega mikilvægt en auðvitað það eins og við höfum margsagt hér, okkar fyrsti kostur að fara fyrir utan Eiði. Það fyrsti kostur allra. En eins og staðan var og fjárfestingin í kringum það verkefni að þá var Vegagerðin ekki sammála okkur en vonandi með auknum umsvifum hér breytist það og það getur verið okkar fyrsti kostur. Svo verðum við að gera kröfu aukna nýtingu á Landeyjahöfn allt árið. Og þetta bara endalaus vinna en það lofa öllu fögru núna sem í framboði. Þannig að við eigum það á upptöku, það sem sagt var upp í Höll, það var tilgangur með spurningum frá bæjarstjórn Vestmannaeyja. Það var að eiga þetta á upptöku. En það komið ríkisstyrkt flug. Það hefur ekki verið ríkisstyrkt flug bara samkvæmt útboðssamningi síðan 2010. Það þarf auðvitað að lengja tíman. Það komin 3 mánuðir sem frá 1. desember út febrúar. En í því sem gengið frá og hugsaðir og var í útboðinu, það á að vera hægt að bæta við sikkoru megin við tímabilið ef aðstæður eru þannig í Landeyjahöfn. Eins og aðstæður voru í fyrra, þar sem hér var Þorlákshöfn, höfnin var hálflokuð frá mánaðamótunum október-nóvember, þá hefðu við klárlega átt að geta fengið þetta í gegn. En við höfum sett okkur það markmið, allavega í fyrst til að byrja með, að þetta tímabil veri lengt í 6 mánuði. Þannig við séum með þetta að fyrstu skref, við viljum fá 6 mánuði. Við erum með 3 núna og við töldum það sem vorum í þessum samtölum að það væri fullreynt að hamast í 6 mánuðunum, taka þá svo 3 og svo höldum við bara áfram. En það ekkert sem bannar aðilanum sem að fljúga meira. Af því þetta öðruvísi heldur þau voru með þessa tilfallandi, þegar var verið að koma inn með þessar rettingar, það máttu þeir ekki bæta við. Núna mega þeir bæta við eins mörgum vélum og þeir vilja. En svo þarf auðvitað að styrkja grunnheilbrigðisþjónustu í heimabyggð og þetta sjúkraflug okkar. En hagsmunagæslan og vinnan í kringum hana hefur líka áhrif á fjárhagsáætlun og mun geta haft mikil áhrif á fjárfestingagetu sveitarfélagsins eins og ég farið yfir hér. En það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að við séum í góðu samtali og vonandi verður það áfram eins og við þá ráðherra sem voru í þessari ríkisstjórn sem að fara. Og ég ætla bara að segja það að við höfum átt góð samskipti við alla þá sem við höfum þurft að eiga samskipti við. En þá það. Hér liggur fyrir bæjarstjórn mjög metnaðarfull en jafnframt ábyrg áætlun fyrir árið 2025, þar sem áherslan á að tryggja okkar innviði og horfa til framtíðar fyrir okkar góða samfélag. Lykillinn að saman fari traustur rekstur og góð þjónusta. Staða bæjarins sterk, sama hvaða mælikvarða við notum, og gert ráð fyrir að skila rekstrarafgangi á næsta ári, eins og fram hefur komið upp á 541 milljón á samstæðinni. Það niðurstaðan þrátt fyrir mjög varfærna tekjuáætlun. Málefni vatnsveitunnar geta hins vegar haft mikil áhrif á fjárfestingagetu sveitarfélagsins og á álagningu á íbúa í gegnum vatnsgjöld. Því eðlilegt í mínum huga að VFSV endurskoði afstöðu sína og taki ábyrgð á því tjóni sem fyrirtæki olli bæjarbúum þegar neðansjávarlögnin tjónaðist, svo ekki þurfi að grípa til hækkunar gjalda, hækkunar útsvari og draga úr fjárfestingu sveitarfélagsins meðan framkvæmdir eru fjármagnaðar. Tjónið mikið og það þarf að bæta. En það samt bjart framundan í rekstri Vestmannaeyjabæjar og raunar í samfélaginu öllu. Mörg spennandi verkefni eru í undirbúningi komin á stað og við sjáum bjartsýni raungerast í formi fjárfestinga og uppbyggingu á vegum fyrirtækja og einstaklinga. Og svo hjálpar til sá metnaður sem í fræðslu og menntamálum og hefur vakið athygli á landsvísu
og frábært að fylgjast með þessum spennandi og metnaðarfullu verkefni sem eru í gangi í þessum málaflokki og þó það sé til umræðu hér seinna á fundinum, þá verði ég að minnast á það að þetta er gríðarleg viðurkenning sem verkefnið Kveikjum neistan og grunnskólinn fékk núna á degi íslenskrar tungu, verðlaun Jónasar Hallgrímssonar, eða viðurkenning. En áður en ég lýk máli mínu, þá vil ég þakka öllu starfsfólki Vestmannaeyjabæjar sem vann gott og vandað starf við gerð þessar áætlunar. Jafnframt vil ég þakka samstarfi bæjarfulltrúa við undirbúning og gerð fjárhagsáætlunar. Samstarfi var gott og andinn var góður. En að lokum, við, kjörnir fulltrúar, höfum sýnt það þegar við stöndum saman hagsmuni bæjarins náu árangri, eins og dæmin sýna. Við getum komið ýmsum góðum hlutum til leiða. Og nú sem aldrei fyrr skiptir það lykilmáli að við stöndum saman þær áskoranir sem eru í hagsmunagæslunni gagnvart ríkinu. Samstarfið við minnihlutann í þessum málum hefur verið mjög gott, sérstaklega í bæjaráði þar sem mikið hefur reynt á í stórum hagsmunamálum. Og það skiptir líka máli að sýna ábyrgð þegar hlutirnir eru þannig. Ég hvet alla bæjarfulltrúa til að samþykkja þessa metnaðarfullu ábyrgu fjárhagsáætlun og taka þannig þátt í að byggja hér upp enn betra samfélag. Ég er bjartsýn þó að áskoranirnar séu margar og hlakka til að takast á við þau verkefni sem hér liggja fyrir. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Áður en ég gef orðið laust, les ég svohljóðandi innbókun. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri gerði grein fyrir þeim breytingum sem orðið hafa á fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar 2025 frá fyrri umræðu. Gert er ráð fyrir að staða bæjarsjóðs Vestmannaeyja verði áfram traust. Í fjárhagsáætluninni er lögð áhersla á ábyrga fjármálastjórn, þar sem gætt verður aðhalds í rekstri bæjarins og varlega áætlað tekjur. Alhluti bæjarsjóðs er skuldlaus við fjármálastofnanir. Útsvar er stærsti einstaki tekjuliður bæjarfélagsins. Við gerð áætlunarinnar útsvar er byggt á lokaspá fjármálastjóra bæjarins raun útsvarstekjur fyrir árið 2024. Samkvæmt framlagðri fjárhagsáætlun nú við seinni umræðu er gert ráð fyrir að rekstrarafgangur A-hluta bæjarsjóðs verði 313 milljónir króna en hjá samstæðunni 541 milljón króna. Rekstrarafgangur hækkar lítillega milli fyrri og síðari umræðu eða 31 milljón króna. Breytingar á rekstri bæjarins frá fyrri umræðu eru minniháttar en áætlanir fjárfestingar hækkuðu 34 milljónir milli umræðina, auk 100 milljóna króna framlags vegna almannavarnalagnar. Í A-hluta sveitasjóðs eru áætlaðar eignfærðar framkvæmdir að fjárhæð 708 milljónir króna en í B-hluta eru áætlaðar framkvæmdir fyrir 376 milljónir króna auk þessara 100 milljóna króna framlags vegna almannavarnalagnar. Samanlagðar eignfærslur eru áætlaðar 1084 milljónir króna. Gerði grein fyrir helstu verkefnum í glærukynningu bæjarstjóra sem fylgir fundargerðinni. Þá er gert ráð fyrir tæpum 354 milljónum króna til ýmissa gjaldfærðra verkefna, svokallara sérsamþykta sem ekki tilheyra beint lögbundnum verkefnum. Þar af eru 150 milljón króna fjárheimild til viðhalds húsa. Einnig er að ræða ýmis önnur átaksverkefni. Í A-hluta eru gjaldfærslur að fjárhæð 302 milljónir króna og í B-hluta 51,7 milljónir króna. Staða bæjarsjóðs verður áfram sterk, gert er ráð fyrir góðri rekstrarafkomu, áframhaldandi góðri þjónustu við bæjarbúa, hagkvæmni í rekstri, hóflegum sköttum og gjöldum ásamt fjárfestingum til að styðja við eignir og innviði bæjarins. Þá er orðið laust þessa fjárhagsáætlun. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Ég þakka Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra fyrir góða yfirferð og starfsfólki Vestmannaeyjabæjar fyrir góða vinnu. Og það nú síðast eins og meðan maður var að hlusta á ræðu Írisar þá datt maður út yfir fallegum glærum fyrir aftana sem að maki eins bæjarfulltrúa sáum að mér skildist. Þannig að ég áttaði mig á því, þetta var
það var vöndu vinna, svona. Við höfum smá gaman að þessu líka. En áætlanir, það eru gerðar af góðum hug og í takt við tekjumöguleika eins og við þekkjum og okkur svona sniðin ákveðin stakkur eftir tekjum og liðina ára og framtíðar möguleikum svona og hvað við þurfum að fjárfesta til framtíðar. Fyrir ári síðan vorum við með 3 stór verkefni á borðinu. Það var Hamarsskóli, Íþróttahúsið og Hásteinsvöllur. Þetta voru svona stærstu verkefnin sem við plönuðum fyrir ári síðan. Og eins og nafnið gefur til kynna áætlun, það breytast og svo kemur í ljós hjá okkur mikil fjármagnsþörf fyrir fasteignum bæjarins og við erum náttúrulega sammála því að það mikilvægt að verja það sem við eigum og niðurstaðan út úr því var að við myndum setja þá Hamarsskóla á bið. Við erum ekki að hætta við hann, ég ætla að vona að það verði nú ekki. En allavega verði ákveðin bara sett á bið meðan við lögum okkar eignir eins og Barnaskólan. Og svo eins og kom fram í máli Írisar Róbersdóttur bæjarstjóra að það bara gríðarlega óvissa út af vatnsveitunni sem að á okkar ábyrgð, þó við eigum hann ekki og rekum hann ekki, þá eru ákveðin ský á lofti þar að við þurfum að taka á okkur einhvern skell vegna tjónsins á NSL 3. Og svo eru við í raun að undirbúa það að fá þá NSL 4 sem vatnsleiðsla sem við vorum svo sem að vinna að fyrir áður en tjóni varð á NSL 3 og sem við höfum í rauninni bara barist fyrir sem almannavarnalögn og ekkert annað. Og þar barátta sem við erum öll að vinna saman í að fá ríkið til að taka á sig stærri hlut í því vegna stöðunar og almannavarna tengingarinnar. Við ræddum í fyrri umræðu áætlunarinnar og við bókuðum svo sem það við fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að við hvöttum bara meiri hlutann og stjórnendur bæjarins í það að endurskoða störfin og fara vel í gegnum starfsmannaþörfina áður en kallað væri eftir fjölgun starfa og ég held að ykkur leyti hafi verið farið í gegnum það og reynt að finna leiðir til að koma ekki með tillögur að eins mörgum eða eins miklum launakostnaði í viðbót eins og lá fyrir þá. En eins og kom fram í kynningunni áðan þá launakostnaður í Vestmannaeyjum sirka 50% af tekjum sem nú frekar lágt með við önnur sveitarfélög. Rúm 80% af útsvari, þetta var yfir 100% af útsvari á flestum öðrum sveitarfélögum. En auðvitað, þó ég ætla ekki að gera þetta bara mjög gott, en ég held að svona samsetningin í þessu sveitarfélagi að hér eru bara meðaltekjur mjög góðar svona, og skýri að þessu leyti stóran ástæðu þess að akkur við erum svona í rauninni með frábæra tölu í þessu með önnur sveitarfélög og við eigum bara okkar markmið á þetta bara að halda okkur þarna og ekki að hnika frá því ef hægt Við skulum bara vona að áætlunin sé raunhæf og alltaf vona maður eftir góðu loðnuvertíðinni þó ekkert sé í hendi ennþá. Ég þakka gott samstarf við gerð þessara fjárhagsáætlunar og gleymum því ekki að það alltaf hægt að gera betur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Vilja fleiri? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur, starfsfólk. Já, ég vil fá að þakka starfsfólki sveitarfélagsins
þeirra vinnu og sveitarstjórnarfulltrúum hvar svo sem þeir í flokki standa fyrir þeirra samvinnu við gerð fjárhagsáætlunar. Þessi vinna alltaf strembin, langir vinnudagar, lykil starfsfólks fara í að koma öllu heim og saman til að við sem hér sitjum getum farið vandlega yfir og fjallað þá stefnu sem að við viljum reka sveitafélagi svo eftir næstu árin. Þetta vandasamt verkefni og mikilvægt að stofnanir haldi sig innan síns fjárhagsramma til að draga úr yfirkeyrslum og frávikum frá fjárhagsáætlun. Við erum því miður komin í þá stöðu að mikið af húsnæði sveitafélagsins komið í mikla viðhaldsþörf sem allir sem að reka sín eigin heimili þekkja að allt viðhald afar kostnaðarsamt og hvað þá þegar við erum í jafn stóru byggingum. Og það því ekki af neinni léttúð að sú ráðstöfun að fresta nauðsynlegri viðbyggingu við Hamarsskóla sem að samþykkt var hér strax á síðasta kjörtímabili og átti að vera í raun samkvæmt fyrirliggjandi tímaáætlun löngu búið að fara í til að geta þarf að frestast til þess að geta forgangsraðað fjármagninu sem við höfum úr að móða í nauðsynlegar viðbætur á öðru skólahúsnæði. Við erum að gera margt vel í rekstri sveitafélagsins með mörgum spennandi verkefnum og þó alltaf eins og í öllum rekstri að þá má alltaf gera betur og við eigum og við verðum að vera óhrædd við að taka þá umræðu og átta okkur á að við getum ekki alltaf gert allt fyrir alla þó mikið væri það gaman ef að svo væri hægt. En líkt og ég rætti hér í pontu við fyrir umræðu að þá skiptir tekjugrunnurinn okkar hér í þessu sveitafélagi öllu máli. Að þeir tekjustofnar sem við fáum þó til okkar af þeim sköttum sem fara úr þessu sveitafélagi séu ekki skertir og gefi okkur þær krónur sem við svo hér inni ákveðum hvernig við ætlum að forgangsraða. Við höfum væntanlega sjaldan séð jafn skýrar áherslur stjórnmálaflokka eftir hægri og vinstri línum og áherslur mismunandi stjórnmálaflokka á skattaumhverfið. Samfylkingin vill til dæmis loka þessu svokallaða EHF-gati og hækka fjármagnstekjuskatt á EHF-fyrirtækin. Mér finnst það liggja í augum uppi að sveitafélög á landsbyggðinni eru öllum líkindum í meira og í auknum mæli með þetta rekstrarfyrirkomulag, EHF-fyrirtækin. Af því það eru færri fagaðilar í hverri stétt og því minni möguleikar á stærri samsteypum eða stærri rekstrareiningum. Og svo það sé líka tekið fram að það fá sveitafélögin ekki 1 krónu af fjármagnstekjuskattinum til sín. Og því augljóst að með slíkum skattahækkunum verið að færa fjármagn sem annars væri eftir í hagkerfi sveitafélagana á landsbyggðinni í auknum mæli til þeirra 63 þingmanna sem að útdeila því þá eftir sínum geðþótta. Það tel ég vonda ráðstöfun. Og nóg fyrir. Mikið talað að meira þurfa að vera eftir af þeim verðmætum í þeim sveitafélögum þar sem auðlindirnar eru og þar sem verðmætin eru sköpuð. Þessi leið með fjármagnstekjuskattin síst vel til þess fallin að mínu mati. Í umfjöllun allra síðustu daga virðist stefna Samfylkingarinnar fyrst og fremst vera aukin skattheimta og ekki síst á landsbyggðina og sérstaklega í rauninni á landsbyggðina. Meðal annars með svokölluðum auðlindagjöldum sem eru tekin upp í sjávarútvegi, fiskeldi, orkuvinnslu og ferðaþjónustu. Og af þessari upptalningu nokkuð ljóst að landsbyggðin og þá ekki síst suðurkjördæmi augljóslega gullpottur Samfylkingarinnar. Þeir stjórnmálaflokkar sem ráða í Reykjavíkurborg hafa því veru miður lengt og ljóst þrengt verulega starfsemi Reykjavíkurflugvallarins og vilja hann helst þaðan burt. En það eru miklir hagsmunir í húfi fyrir landsbyggðina að vernda starfsemi flugvallarins í Vatnsmýri sem miðstöð sjúkraflugs á landinu. En tími sjúkraflutninga frá flugvelli að háskólasjúkrahúsi getur skipt sköpum í alvarlegum bráðum veikindum. Reykjavík höfuðborg allra landsmanna og Landspítalinn veitir landsbyggðinni mikilvæga þjónustu sem við allir landsmenn þurfum að hafa greiðan aðgang. En, afsakið forseti, þarna fór ég mögulega aðeins út fyrir efnið, mætti halda að ég væri framboði, en við verðum að sjá það hversu miklu máli það skiptir fyrir okkur öll, hverjir að stýra þeim fjármunum sem við öll erum að færa samfélaginu og við hér í Vestmannaeyjum leggjum heldur betur duglega til inn í okkar stóru sameiginlegu köku. En hátt í 20% veiðigjalda síðasta árs kom frá Vestmannaeyjum og því alveg eðlilegt að við sem hér gerum kröfu á að fá þjónustu fyrir þær tekjur sem við erum að skapa þjóðarbúinu. Önnur hlið á mögulega sama pening við erum að ræða hér í dag skuldbindingar sveitafélagsins, hvernig við ætlum að verja tekjustofnunum okkar á næsta ári. En mikið vildi ég þó að við fengjum bara að ráða því
í meira mæli hvernig við ætlum að ráðstafa honum sjálf. Í stað þess að vera þvinguð af ríkinu í ýmsu gæluverkefni, verkefni sem eru kannski voðalega fín og flotta blaði fyrir þingmenn til að samþykkja og geta svo skreytt sig með, en við á sveitarstjórnarstiginu munum svo þurfa að sitja upp með reikninginn af öllum þessum skrautfjöðrum. Þarna hægt að reka örfá dæmi af mörgum, áborðið jafnlaunavottun, persónuverndarverkefni, frían hádegismat og svo framvegis, sem sveitarfélögin skulu bara taka á sínar herðar, án þess að því fylgi nokkur einasta króna með. Jafnlaunavottunin, ein af stærstu skrautfjöðrum Viðreisnar, hefur bara sýnt sig að alls ekki að skila sínum markmiðum. Og ímyndið ykkur bara, ef við hefðum meira svigrúm til að gera meira af því sem við erum ekki skikku til að gera og nýtt okkur þann eldmóð og þann mannauð sem þetta samfélagi er ríkt af til að vinna mörgum öðrum verkefnum sem við myndum mögulega geta frekar eitt kröftum okkar í. Og eins og ég segi, þó svo ég sé persónulega ekki í framboði þá finn ég þetta skipta okkur öll hér mjög miklu máli, hver sér þá umgjörð sem við erum skikkuð í að starfa eftir sem sveitarfélög. Ég vildi bara aðeins fá að árétta það aftur að við verðum að tryggja kæfi ekki atvinnulífið okkar með sköttum eða íþyngjandi regluverki. Við höfum öflug vaxandi fyrirtæki í ferðaþjónustu, sjávarútvegi, landeldi og víðar sem verða að hafa svigrúm til vaxtar. Vaxandi fyrirtæki skila okkur fjölbreyttara atvinnulífi, fleiri atvinnumöguleikum og fjölga ekkjónum í hverfin okkar. Þegar fyrirtækjunum okkar vegna vel höfum við hér meira úr að móða og betri þjónustu til að bjóða íbúunum okkar. Þá meira fyrir okkur öll. En fyrst og síðast hvet ég alla íbúa sveitarfélagsins til að taka þátt í þeirri lýðræðisveislu sem okkur er boðið upp á hérna næsta laugardag. Kosningarétturinn og lýðræðið er ekki sjálfgefið. Kjósum. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Vilja fleiri? Helga Jóhanna Harðardóttir Gjörsson. Forseti, ég vil byrja að þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir góða yfirferð og eins og síðast vil ég líka þakka þeim starfsmönnum sem komu að vinnunni fyrir sitt framlag. Það er ekki annað hægt en að gleðjast yfir því að sjá hvað vel áætlunin lítur út. Hér er varlega áætlað en samt áhersla á að veita góða þjónustu. Og við erum að gera ráð fyrir að framkvæma fyrir rétt rúman milljarð og það allt án þess að þurfa að fara í lántöku. Það getur ekki verið annað en jákvætt. Það sem staða bæjarsjóðs verður áfram sterk. Það eru mörg brýn verkefni framundan eins og kom fram hér í framsögu bæjarstjóra. Það er nauðsynlegt að sinna viðhaldi á eignum bæjarins eins og til dæmis skólahúsnæðunum, tveimur ásamt tónlistarskólanum og það er löngu orðið tímabært að laga aðgengi fyrir alla í tónlistarskólanum. Og er ég því afar glöð að stefna sér sett á að setja lyftu og laga klósett aðstöðuna þar. Og í Hamarsskóla og Barnaskóla mun endurbætur á skólahúsnæðunum ekki aðeins bæta umhverfi nemenda, heldur einnig tryggja að starfsfólk skólana geti sinnt starfi sínu í bestu mögulegum aðstæðum. Þar sem skólamálin eru mér hjartans mál, þá geti ég ekki annað en komið hér upp og lýst yfir ánægju minni á áframhaldandi samstarfi við Kveikju Neistan. Og það hefur farið mikið í umræðinu á landinu öllu vanda grunnskólabarna í læsi og stærðfræði og í þessu þróunarverkefni er verið að láta verkin tala og unnið í að bæta stöðu grunnskólabarna, ekki bara tala hlutina. Og því vil ég líka nota tækifærið og óska GRVF og þróunarverkefninu innilega til hamingju með þann heiður að fá sérstaka viðurkenningu fyrir stuðning við íslenska tungu á degi íslenskrar tungu. Og þar sem ég hef tekið þátt í innleiðingu í tækni í grunnskólanum, það finnst mér líka ánægjulegt að sjá að nú sé komið skipulagt plan fyrir næstu árin, hvernig innkaupum og tæknibúnaði verði háttað og það tryggir það að tæknimálin séu í góðum farvegi og við séum ekki að lenda í því að þurfa að endurnýja heilu settin af tækibúnaði sem er þá með tilheyrandi kostnaði. Og þetta tryggir líka að við getum haldið áfram að vera með eitt tæki á hvert barn sem er algjör bylting í kennslunni og bæði fyrir nemandann og kennarann. Viðbygging við íþróttahúsið er liður í því að bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar og það er til í mikilvægt að verið sé að hefjast handa við að byggja nýja búningsaðstöðu og sérklefa og betri aðstöðu fyrir starfsfólk íþróttamiðstöðvarinnar. Og það hefur mikið verið unnið í að plástra hér og þar í íþróttahúsin okkar og er mikilvægt að við reynum að halda þessu húsnæði eins og hægt er. Þarna er umfangsmikil og mikilvæg starfsemi og þetta húsnæði myndi ég að halda sé eitt mest notaða húsnæðið af flestum bæjarbúðum og mikið rennur í allan daginn. Og við verðum að halda þessu húsi í góðu horfi og þess vegna finnst mér mjög gott að við séum að fara að gera ráð fyrir fjármagni bæði í að byggja þarna glæsilega aðstöðu sem og að gera ráð fyrir fjármagni í viðhaldi á húsinu.
Og talandi viðhald, þá ég líka mjög ánægð með að gera sér ráð fyrir fjármagni til viðhalds á götum bæjarins. Það eru götur í bænum þar sem má sjá veruleg merki slit og mikilvægt að huga að þessum götum til þess að bæta umferðaröryggi og ásýnd bæjarins. Og það má nú greina það að stór hluti bæjarbúa vilji að við bætum aðstöðu til íþróttaiðkunar og nýtt gervigras á Hásteinsvöll liður í því. Og það eru vissulega ekki margir sömu skoðunar á því hvernig það verður gert, en ég hlynnt þessari framkvæmd samt sem áður. En þar sem ég líka sérlega mikil áhuga manneskju bætt aðgengi fyrir alla, þá var ég ánægð að sjá að það sé enn hugað því að gert sér ráð fyrir fjármagni að bæta aðgengi almennt, sem og það sé sett fjármagni að laga gönguleiðir og íþróttasvæðum. Ég hef bent á staði þar sem rúm til bætingar í aðgengismálum við göngustíga á milli íþróttasvæða. Og ég hef oft verið í þeim sporum að fylgja systur minni sem nota hjólastól á fótboltamótin hér í Eyjum. Og til dæmis þegar það þarf að koma sér á milli valla, Tísvalla og Þórsvallar, að þá eina leiðin fyrir þá sem nota hjólastól að fara götuleiðina. Sem sagt niður Brekkugötuna, meðfram Hásteinsvelli og þar á milli. Og í staðinn fyrir að geta nýtt sér göngustíginn eins og flest allir aðrir. En ég vil undirstrika að þessi fjárhagsáætlun ekki bara tölur og útgjöld, hún samfélagið okkar. Og hún snýst að skapa betri lífskjör fyrir íbúan okkar, skapa tækifæri fyrir komandi kynslóðir og byggja upp bæ sem við getum verið stolt af. Og að lokum vil ég því þakka öllum bæjarfulltrúum fyrir þátttöku í ferlinu og þeirri samvinnu sem hefur farið fram til þessa dags og við höfum öll áhuga á að bæta og efla samfélagið og við munum áfram vinna saman að því að ná þeim markmiðum. Takk fyrir þetta, Helga Jóhanna Harðardóttir, Margrét Rós Ingólfsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég var ekki að koma heim á djamminu, stafsökunar, það heyrðist illa í mér. En nú stend ég hérna í þriðja sinn sem bæjarfulltrúi við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Ég vil þakka fyrir það samtal sem átti sér stað á milli minni og meirihluta, á milli umræðan og fyrir umræðu sem var bara með ágætum og bara mjög upplýsandi að mörgu leyti. En við yfirferð gagnanna minna sá ég það að ég hefði nánast getað flutt sömu ræðinu í þriðja skipti. Sömu áskoranir blasa við, þó mögulega enn meiri mæli en áður og nýjar krefjandi hafa bæst við eins og tjónið á vatnsleiðslunni. Eins og bæjarstjóri kom inn á þá mjög mikilvægt að geta unnið fjárhagsáætlun í sátt með góða og skýra yfirsýn og þannig stjórnsýslu vill ég og eflaust flestir inni viðhafa. Mér hefur þó stundum þótt skorta á betri yfirsýn yfir suma hluti, til dæmis ítarlega kostnaðar og rekstraráætlunar stóra framkvæmda. Bæjarstjóri fór áðan yfir framkvæmdir sem sveitarfélagið að fara í og gerði það bara að mörgu leyti mjög vel. Það ræddi meðal annars lagningu gervigras á Hásteinsvöll en skautaði mjög smekklega fram hjá graftakilinu sem hitalagnir undir völlinn. En bæjarstjórinn ákvað í fyrra að ekki yrðu lagðar hitalagnir undir grasið og hefur það mætt andstöðu á meðal margra. Ég fór í smá rannsóknarvinnu og talaði við fullt af einstaklingum víðs vegar um landið mér miklu sem þekkja málið mikið betur en ég allavega. Og eftir samtöl mín við þessa einstaklinga ég sannfærð að það ekki bara mikilvægt, heldur nauðsynlegt að leggja hitalagnir undir völlinn, bæði til að hámarka nýtinguna og til þess að vernda þræðina sem í grasinu. Ég held að sé vel hægt að fara dýpra í að skoða kostnaðartölur og möguleika varðandi rekstur vallarins, en þar samtal þarf auðvitað eiga sér stað við forsvarsmenn IBVF. Í bæjarráði í morgun var tekið fyrir bréf fyrir IBVF, þar sem kom fram beiðni 20 milljóna króna aukafjárveitingu til þess að leggja hitalagnir en áætlun Vestmannaeyjabæjar gerir ráð fyrir 35–40 milljónum. Bara þessi munur á tölum einn og sér finnst mér gefa til kynna að ef til vill þurfa að taka betra samtal og skoða máli betur. Auk þess finnst mér eðlilegt að séu kannaðir aðrir kostir við hitun vallarins en það tengjast kerfi HS-veitna. Var málinu frestað fram í desember hjá bæjarráði og verður athyglisvert að sjá hvað kemur út úr því. Ég átta mig vel á því að mörgum þykir vel í lagt að vera að leggja gervigras og þetta sé kostnaður sem framkvæmd og þó ég sé mjög mikið fyrir fjárhagslegt aðhald
að þá er ekki alltaf best að spara aurinn og kasta krónunni. Búningskleðar og íþróttamiðstöðina er einnig stór og kostnaðarmikil framkvæmd. Kostnaðartölur sem eru kynntar sínum tíma hljóði upp á tæpar 650 milljónir. Þá á eftir að fullgera aðra hæðina sem ég skilst þessi ekki búið að ákvaða, eða bæjarstjóri sagði á þannig að það var ekki búið að ákvaða nákvæmlega í hvað hún verði nýtt. Mér persónulega finnst skrítið að byggja hús en veit ekki hvað að vera í því og vera heldur ekki með á hreinu hvað húsið komið til með að kosta fullbúið. Síðan er það listaverkið á Eldfelli. Þar virðist heldur ekki liggja fyrir neinn kostnaðaráætlun verkefnið hver heildarkostnaðurinn verður, að minnsta kosti hefur hún ekki verið kynnt. Ég hefði kosið að bæjarbúum yrði gerð grein fyrir heildarkostnaði, líkt 85% þeirra sem tóku þátt í könnun Maskínu fyrir nóvember sem birtist á efréttum.net vilja einnig fá. Og í því sambandi langar mér að minna á kosningaloforð Hálista sem var meira gegnsæi, lýðræði og íbúakannanir stóru mál. Og ég harma það enn á ný að felld hafi verið tillaga okkar sjálfstæðismanna íbúakosningu. Og svo ein spurning að lokum varðandi þetta, að því að bæjarstjóri talaði menningarverðmæti og varðveitingu menningarverðmæta og ég spurði ekkert það í fyrra en hvað er að flétta látundi. Í gær birtist af vefmiðlum grein eftir íbúða hér í Vestmannaeyjum þar sem bent var á að þyrfti að fara ýmsar úrbætur í húsnæðum sveitarfélagsins og blessunarlega þá er sumt af því sem greinar höfundur nefnir í fjárhagsáætlun næsta árs. En við verðum að passa okkur í því að vera, þó svo við verðum að vera fremst í flokki öllu, verðum að gæta þess að sinna því sem fyrir er og einmitt taka á praktískum málum forgangsraða og tryggja öllum íbúum bæjarins það aðgengi og umhverfi sem nauðsynlegt er til daglegs lífs og athafna. Og ég ætla að taka undir með Helgu Jóhannu Harðardóttur varðandi aðgengi fyrir fatlaða, að því ég lenti líka fyrir 3 árum að vera undir í hjólastól og maður tekur bara ekki eftir því, þú veist, misfellur á gangstígum og eitthvað svona, maður spáir aldrei í þessu fyrir maður verulega lendir í þessu sjálfur. Ég hefði ekki áður en ég upplifði það, hefði ég ekki trúið því að þetta væri svona mikið mál og ég viðurkenni það bara. Síðastliðin 2 ár hafa í nokkur skipti komið upp aðstæður þar sem bæði ég og fleiri bæjarfulltrúar hafa verið minntir á að þeir hafi lagt samþykki sitt við hin ýmsu mál með samþykki fjárhagsáætlunar. Slíku þykir mér ósanngjarnt að halda fram. Það er með engu móti hægt að ætlast til að maður sé sammála öllu því sem kemur fram í áætlun sem er jafn viðamikil og fjárhagsáætlun sveitarfélags er. Ég mun samþykkja það áætlun sem liggur hér fyrir en áskilur mér áfram þann rétt og þann sjálfsagða rétt að vera með á móti ákveðnum málum eða forgangsröðum fjármunum sveitarfélagsins. Og með leyfi forseta ætla ég að lesa bókun. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins samþykkja að framleiða fjárhagsáætlun og ítreka fyrri bókun við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar. Við hörmum að ekki sé fjárhagslegt svigrúm fyrir áður samþykktum framkvæmdum vegna viðbyggingar Hamarskóla. Aðstaða bæði í Hamarskóla og tónlistarskólanum er komin að þolmörkum og þarfnast úrbóta. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja áherslu á mikilvægi þess að gæta aðhalds í rekstri sveitarfélagsins. Með skynsamlegri fjármálastjórn er hægt að tryggja nauðsynlegar fjárfestingar í innviðum sveitarfélagsins án þess að þurfa að grípa til lántöku sem myndi takmarka framtíðar möguleika sveitarfélagsins. Undirritun munu leggja sitt af mörkum til að ná þessum markmiðum. Bæjarfulltrúar ítreka vilja sinn að hér fram íbúakosning minnisvarða og framkvæmdir á Eldfelli. Í því samhengi telja bæjarfulltrúar mikilvægt að fjármunir sem fara eigi í þetta verkefni séu frekar nýttir til raunverulegrar innviðabætingar í þágu sveitarfélagsins og undir þetta rita allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir þetta, Margrét Rós Ingólfsdóttir. Vilja fleiri koma þessi hljóð? Það hafa ekki, þá Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég get bara tekið undir margt, ekki allt, en margt sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Rósar Ingólfsdóttur, en bara svo það sé alveg á hreinu
að þá er það alveg ljóst að það harma allir hér að við getum ekki farið í Hamaskólan. En það er samt líka alveg ljóst að við tókum sameiginlega ákvörðun að fresta honum. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að það sé svona, það sé ekki látið í veðri vaka, að þetta sé einhver meiri hluta ákvörðun það breytingar sem verið er að fara í. Ég vil bara tryggja það. En Það er ekki sagt. þess vegna bæðum að fá sjá það. En svo er eitt í viðbót að ég sko, þegar verið er að tala sko, kostnaðaráætlun og ýmislegt, og ég get alveg tekið undir það að mörgu leyti, en ábyrgð kostnaðaráætluna og annað hefur verið í rauninni, þegar við erum búin að samþykkja fjárhagsáætlun, þá miðum við það við einhverja grunnkostnaðaráætlun á einhverjum verkefnum. Við samþykkjum fjármagn í hana, framkvæmdin á því fer fram í framkvæmd og hafnaráði. En ég held að það sé bara gott verkefni og gott verklag að það minnstakosti til kynninga fyrir bæjarfulltrúa, en fyrirfram ákveðna kostnaðaráætlanir er ekki gerðar opinbera vegna þess að verkin eru boðin út. Þannig þú starf alveg að hafa á því þannig að gögnin séu einhverju leyti aðgengilegri. Ég get alveg tekið undir það fyrir bæjarfulltrúa en ekki til dreifingar. Og það er ástæðan fyrir því að þær eru til dæmis ekki settar undir sem gögn í framkvæmd og hafnaráði þegar verið að tala framkvæmdir. Það er eðlilegt. En annars þá bara held ég að ég held að það hafi ekki verið annars ég held að held ekki. Hér hefur óskað eftir 5 mínútna fundarhlé og verður orðið við þeirri beiðni. 5 mínútna fundarhlé.
Fundi framhaldið í bæjarstjórn Vestmannaeyja. Helga Jóhanna Harðardóttir hefur beðið orðið og við erum ennþá að tala fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir 2025. Helga Jóhanna, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Ég ætla að fá að lesa upp bókun frá meirihluta bæjarstjórnar sem hljóðar svona með leyfi forseta. Fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2025 sýnir fram á að rekstur og staða bæjarsjóðs verður áfram traust. Gert er ráð fyrir rekstrarafgangi upp á samtals 541 milljón króna og A-hluti bæjarsjóðs er skuldlaus. Þetta er niðurstaða fjárhagsáætlunar þrátt fyrir að mikillar varfærni sé gætt í áætluðum tekjum og gert ráð fyrir að skatttekjur næsta árs verði hærri en raun skatttekjur yfirstandandi árs. Áfram er gert ráð fyrir góðri rekstrarafkomu, áframhaldandi góðri þjónustu við bæjarbúa, hagkvæmni í rekstri, hóflegum sköttum og opinberum gjöldum og öflugri fjárfestingu. Mikill vöxtur er í sveitarfélaginu og við því þarf að bregðast með auknu lóðaframboði og uppbyggingu innviða. Bæjarstjórn öll tók ákvörðun frestun á Hamarsskóla þar sem nauðsynlegt er að sinna brýnu og kostnaðarsömu viðhaldi á fasteignum bæjarins, meðal annars í skólabyggingum og íþróttahúsi. Takk fyrir þetta, Helga Jóhanna Harðardóttir. Orðið er ennþá laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs til viðbótar, fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræður lokið. Áður en við göngum til atkvæða lesi upp eftirfarandi lykiltölur vildi ég sagt hafa. Fjárhagsáætlun Sveitasjóðs Vestmannaeyja 2025 tekjur alls 6.485.737.000. Gjöld alls fyrir fjármagnsliði 6.257.391.000. Rekstrarniðurstaða jákvæð 313.166.000. Veltufé frá rekstri 985.779.000. Afborganir langtímalána krónur 0. Handbært fé í árslok krónur 1.570.257.000. Fjárhagsáætlun B-hluta bæjarsjóðs Vestmannaeyja 2025 rekstrarniðurstaða Hafnarsjóðs krónur 97.668.000. Rekstrarniðurstaða Vatnsveitu tap krónur 10 milljónir, rekstrarniðurstaða Fráveitu krónur 140.911.000, rekstrarniðurstaða félagslegra íbúða krónur 0. Rekstrarniðurstaða Náttúrustofu Suðurlands krónur 224.000, rekstrarniðurstaða Eyglóar eignarhaldsfélags tap 1.124.000, rekstrarniðurstaða Herjólfs ohf 568.000, veltufé frá rekstri 436.160.000, afborganir langtímalána krónur 8.926.000. Fjárhagsáætlun samstæðu Vestmannaeyja 2025 tekjur alls 9.696.956.000, gjöld alls 9.239.912.000, rekstrarniðurstaða jákvæð krónur 541.413.000. Veltufé frá rekstri er 1.421.940.000, afborganir langtímalána 8.926.000. Handbært fé í árslok eru 1.570.257.000 krónur. Þá berum við þessa fjárhagsáætlun undir atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2025 gjöru svo vel að gefa merki. Hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er tekið fyrir annað dagskrármálið sem er 3 ára fjárhagsáætlun fyrir árin 2026 til 2028, síðari umræða, Íris Róbertsdóttir Gjórsson. Forseti, nú er lögð fram fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar til 3 ára fyrir árin 2026 til 2028. Við seinni umræðu bæjarstjórn 27. nóvember 2024. Í samræmi við samþykkt ferli og afgreiðslu áætlunar. Áætlunin sjálf var lögð fram til fyrirumræðu 17. nóvember síðastliðinn. Samkvæmt 1. málsgrein 62. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og 51. grein bæjarmálasamþykktar.
Breytingar á milli umræðin 3 ára áætlun eru óverulegar. Þar sem áætlun tekur mið af fjárhagsáætlun 2025 breytist 3 ára áætlun til samræmis við þær breytingar eins og svo áætlun fór í gegnum. Eins og fram hefur komið hefur lögð mikil vinna í fjárhagsáætlun næsta árs en 3 ára áætlunin uppreiknuð fyrir hvert ár fyrir sig. Áætlaðar eigfærðar framkvæmdir á tímabilinu 2026-2028 eru 2.925 milljónir og áætlað að framkvæma fyrir 950 milljónir árinu 2026, 975 árinu 2027 og 1.000 milljónir árinu 2028. Stærstu verkefnin eru, það sem við köllum áætlaða fjárfestingu í eignasjóð sem er í rauninni viðhald, áframhaldandi uppbygging og viðhald á því sem mun verða kynnt núna í janúar, febrúar vonandi hjá vinnuhópnum og það þessi fjárfesting sem þarf að eiga sér stað í eignum bæjar og uppbygging. Svo íþróttahúsið, það áætlað 200 milljónir þessi viðbygging 24 og 25 og svo á það að klárast inn í árið 26. Gatnagerð og gatnalýsing áætlað 80 milljónir á hverju ári inn í þessu. Hafnaframkvæmdir áætlað 90 milljónir á hverju ári en þær munu taka breytingum eftir hafnabótasjóði og öðru. Þetta auðvitað bara að vera áætla ákveðna fjármuni inn og svo flóðlýsingin á Hásteinsvelli sem kæmi inn á árið 26 og svo fráveituframkvæmdir áætlaðar fyrir sirka 50 milljónir á hverju ári og saman þessa í kringum þessar 1000 milljónir sem við erum að horfa á en ég ætla bara að vekja aftur athygli á því það miðað við það að afkoma sveitarfélagsins og reksturinn sé eins og hann í dag. Af því ef að það verða mikla breytingar á rekstrarforsendu sveitarfélagsins þá þarf við að endurskoða þessar áætlanir. En þetta það var komið aðeins hérna inn á varðandi íþróttamannvirkin áðan og að vita ekki hvað að vera á efri hæðinni. Það getur verið að viðkomandi bæjarfulltrúar hafi ekki verið á fundum. Það eru mjög margar hugmyndir það hvernig á að klára þessi íþróttahúsmál, eða ekki margar, útfærðar, en það auðvitað ekki búið að samþykkja þær formlega og þar alveg þær ekki kynntar og ekki sagt frá þeim. En það alveg hugmyndir hvað á að vera þarna og það algjörlega ljóst að miðað við uppbygginguna sem hugsað á þessu svæði að það nóg að starfsemi sem myndi vilja slást að fara í þetta rými. Bara ákvörðun ekki formlega tekin og ég get alveg verið sammála því ef það hefði verið hagstæðara að byggja bara eina hæð á lokina því við erum búin að ákveða hana, þá hefði það verið gert. Það bara hagstæðara að steypa upp 2 hæðir að því þetta verður 2 hæða húsnæði. Þannig að og þetta náttúrulega verður staðsta framkvæmdin okkar auk þess sem að við verðum í barnaskólanum. Og ég bara veit það mínum samtölum við stjórnendur þar að það þetta mikil ánægja með það að það á að fara að sinna skólanum. Og þetta náttúrulega bara tímabært og bara gott að við séum að stíga inn í þetta en við höfum verið að hækka viðhald húsa við hækkum það núna 10 milljónir á milli ára og hækkum það 20 milljónir í fyrra á milli ára. Þetta viðhald bara eins og kom fram í máli Hildu Sólveigar Sigurðardóttur dýrt. Það bara mjög dýrt að viðhalda eignum og því eldri sem eignirna verða því meira brass eru við í. Þannig við þurfum að gera þetta vel. En Hásteinsvöllurinn náttúrulega líka stór fjárfesting og auðvitað þessar almannavarnalagnir og við munum halda áfram þessum uppbyggingu í tengslu við höfnina sem algjörlega nauðsynleg og eins og ég kom inn á áðan með fráveituna. En starfshópurinn sem á að stilla upp þessum framtíða fjárfestingu sveitarfélagsins mun skila af sér til bæjarstjórnar á 9 ári eins og ég áður sagði og í framhaldinu verða tillögurnar kynntar eftir að þær verða teknar hérna fram í bæjarstjórn og þá munum við setja þær fram með þeim hætti að þær séu líka aðgengilegar fyrir bæjarbúa eins og til dæmis framsagan með fjárhagsáætlun. Þannig að sé gert þannig að það sé auðvelt fyrir fólk að kynna sér þetta. En eins og ég hef sagt áður, við erum kröftugt og öflugt samfélag og það sést bara vel á þeim fjölbreytta hópi sem hér í bæjarstjórn og hefur metnað fyrir sitt samfélag. Það eru mörg spennandi verkefni framundan á árinu og ég bara hlakka til samstarfsins og bara að takast á við þessar áskoranir og að hér var komið inn á kosningarnar þá bara vona ég að við fáum hér ríkisstjórn sem skilur hvað að búa á eyju. Það mín heitasta von sem það þurfum ekki að útskýra í hvert einasta skipti þegar einhver nýr kemur af hverju við þurfum þess á hina þjónustu. Þess vegna var hagsmunaglæran hérna uppi áðan og
og þetta eru gríðarlega stór verkefni sem við erum að berjast við og enn og aftur ég vil þakka fyrir samstöðun í bæjarstjórn. Það verði það besta sem Alþingi og ríkisstjórnin fengi ef að við værum ósamstíga í þessum málum. En takk fyrir. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Áður en ég gef orðið laust vil ég lesa svohljóðandi innbókun. Íris Róbertsdóttir gerði grein fyrir 3 ára fjárhagsáætlun 2026 til 2028 og sérstaklega þeim framkvæmdum sem áætlaðir eru á umræddu 3 ára tímabili. Stærstu framkvæmdir næsta árs eru viðbyggingu íþróttamiðstöðina og flóðljós á Hásteinsvöll. Bæjarsjóður mun koma að fjármögnun á almannavarnalögn. Einnig verður lögð áhersla á uppbyggingu annarra innviða. Starfshópur framtíðar uppbyggingu hjá sveitarfélaginu mun skila af sér á nýju ári og verða þá framtíðar áform fjárfestingar kynnt betur. Nú er orðið laust þessa 3 ára áætlun. Vill einhver kveða sér hljóðs hana? Með leyfi varaforseta vildi ég rétt hér í lokin á þessum umræðum fjárhagsáætlun í fyrsta lagi þakka fyrir samstarfið gerð þeirra í allri bæjarstjórninni. Ég vil í öðru lagi lýsa því yfir hvað ég er stoltur yfir þessari fjárhagsáætlun, yfir niðurstöðu síðasta árs og þeirra framtíðar áforma sem hér liggja fyrir til næstu 3 ára. Það er alveg sama hvar borið er niður í þessu að þá er staða sveitarfélagsins gríðarlega sterk, rekstrarlega. Skuldastaðan er mjög góð, allar kennitölur stöðu sveitarfélagsins, rekstrarlegar og hvað varðar skuldir, er með þeim hætti að ég held að flest sveitarfélög eða jafnvel öll af okkar stærðargráðu á Íslandi mundu hrósa happi yfir að vera í þeirri stöðu sem við erum hér í dag. Og fleiri hafa sem sagt ekki kvatt til hljóðs í þessari umræðu og þá fer ég undir atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja 3 ára fjárhagsáætlun fyrir árin 2026 til 2028 gjöru svo vel að gefa merki. Hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er tekið fyrir 3. dagskrármálið, umræða samgöngumál. Íris Róbertsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, samgöngumál voru til umræðu í bæjarráði í morgun og bæði var farið yfir Herjólf og flugið. Það voru góðu gestir á fundunum. Það var fráfarandi framkvæmdastjóri Herjólfs sem lýkur störfum áramót og tilvonandi framkvæmdastjóri Herjólfs og þeir sátu báðu fundin með bæjarráði. Það eru reglulega, framkvæmdastjórin kemur reglulega á fund bæjarráðs og gerur grein fyrir rekstrinum. Þar var farið yfir fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og yfir stöðuna og reksturinn er bara á fínum stað miðað við áætlun. En þar ræddu við líka einnig höfnina og það er samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni þá er höfnin í bara góðu standi og fínvarðandi dýpi en það var byrjað að safnast við garðinn vestanmein og við vesti Byrmandagarðinn en Álfsnesi tók það í burtu núna í síðasta veðurglugga og það hefur í rauninni, þeim hefur gengið ágætlega dýpka núna samkvæmt Vegagerðinni en þeir eru núna í viðhaldi á dælubúnaði af því það er einhver smá tími sem þeir geta ekki verið að en auðvitað hefur ekki ennþá reynt á þá. Það hefur ekki ennþá reynt á þá undir pressu, 1,5 dagur höfnin að loka, það hefur ekki ennþá komið. En þetta hefur gengið ágætlega og við fengum líka að sjá sáum dýpkunartölur og dýpið í höfninni er mjög gott núna og við vonum bara að þetta verði þannig að við getum haldið þessu gangandi töluvert lengur og það lítur bara vel út í því. En svo er fagnaðarefni eins og ég kom inn á áðan að núna 1. desember byrjar flug og ég vil bara hvetja íbúa í Vestmannaeyjum til þess að nýta flugið að því við sem erum hér í bæjarstjórn höfum sagt það sé algjörlega nauðsynlegt að hafa þennan ferðamáta og ég veit auðvitað að flug er kostnaðarsamt en við höfum loftbrú
og við erum líka með þannig að Sjúkratryggingar Íslands greiða ferðir ef að fólk að fara að sækja sérfræðiþjónustu. Þannig að ég vil bara fagna því að við séum að hefja þetta flug, vona það nýtist vel og svo verður það náttúrulega bara okkar verkefni að lengja í þessu, eins og sagt er. En allavega þá líta samgöngurnar svona bara ágætlega út í augnablikinu. Það er ekki oft sem maður hefur sagt það í punktu. Takk fyrir þetta. Róbersdóttir. Vilja fleiri leggja orð í púkk í þessu máli? Ef svo er ekki, þá er Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, þakka Írisi fyrir þessa góðu ræðu samgöngur og það er alveg rétt. Þegar við ræðum samgöngur þá það nú yfirleitt ekki, eða oftar en ekki það á erfiðari nótum heldur þessum. En í morgun þá fundaði bæjarráð með nýráðnum framkvæmdastjóra Herjólfs sem mun koma til með að taka við sem framkvæmdastjóri áramótin. Og við höfðum orð á því að við lögguðum til samstarfs við hann á þessum vettvangi og ég vil bara við þetta tækifæri koma hér upp og þakka fráfarandi framkvæmdastjóra Herði Orra Grettissyni fyrir gott samstarf. Hann hefur komið inn á fundi bæjarráðs reglulega og haldið okkur upplýstum stöðu mála hjá félaginu, farið yfir fjárhagsáætlanir og stöðuna í rekstrinum. Það samstarf hefur alla tíð verið afskaplega gott. Hörður Orri hefur getið af sér gott orð fyrir sín störf hjá félaginu, hjá áhöfn og öðru starfsfólki félagsins og sömuleiðis hjá okkur sem svindum í bæjarráði og höfum haft í samskipti við hann. Þannig að ég vil nota þetta tækifæri að þakka honum fyrir það og óska jafnframt Ólafi Jóhanni velfarnaðar í starfi. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Þá erum við komin að þriðja dagskrárliðnum sem er tjón á. Hér hefur verið fyrir talnaruglingur hjá forseta. Þetta er fjórði dagskrárliðurinn og heitir tjón á neysluvatnslög, almannavarnalög. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Við fórum í bæjarráði í morgun í gegnum, eða þar var fjallað kaupin á nýju vatnslögninni, NSZ 4, almannavarnalögnin okkar, sem við kjósum að kalla svo. Og þar kom fram, þetta er það partur af gögnum þessa fundar, ég ætla nú ekki að lesa fundagerðina úr bæjarráði, en þar kemur í raun bara fram að forvalsferlið vegna fyrirhugaðra kaupa á nýrri vatnslögn til Vestmannaeyja var lokið núna 20. nóvember. Og það tóku 2 aðilar þátt í þessu forvali og það kom í ljós að aðeins einn aðili væri að uppfylla öll skilyrðin og það var þessi aðili sem við höfum hort mest til og framleiddi í raun NSZ 3 og verið að tala sambærilega lög. Og það er niðurstaðan að til þess að þetta fari í gang og við eigum möguleika á því að leggja þessa lög 2026, þá þarf að tryggja sér pöntun á þessari lög og ríkið, eins og komið hefur fram áður, hefur ákveðið að styrkja þessa framkvæmd 800 milljónir og við höfum svo sem sagt að við munum leita eftir meiri stuðningi þegar á líður en á þessum tímamótum þá er engin ríkisstjórn starfandi og starfsstjórn sem tekur nú ekki stóru ákvarðanir, þannig að okkur er sá einn kostur í boði að klára málið og ráðuneyti samþykkti það að taka helminginn á móti okkur í þessum innáborgunum til að panta og komast í röðina
Þannig að við erum að fara að borga núna 100 milljónir á móti 100 milljónir hjá ríkinu eða cirka 10 milljónir danska krónur og þá erum við búin að tryggja okkur sem sagt kaup á þessari lögn og komnir í röðina þannig að sé hægt að leggja lögnina í ágúst 2026, þannig eru plönin. Og það er sem sagt part af þessu sem vorum ákveðið í morgun og þurfum að samþykkja hérna því að vísa til bæjarstjórnar. Og svo er matsferlið sem að hefur við legið fyrir hjá matsmönnum vegna tjónsins á NSL 3 að það var nú búið að það er eins og hlutirnir eru, það dregst mikið að klára formlegheitin í öllum þessum málum. Matsmenn átt að skila matsgerð 1. nóvember en það hefur eitthvað dregist. En þegar matsgerð liggur fyrir þá standa væntingar til að VÍS, Tryggingafélag Tjónvaldsins, greiði skaðabætur sem nema í kringum 370 milljónir sem er bara samkvæmt siglingalögum á Íslandi. Hámarksbætur sem menn þurfa að greiða úr tjónum, sama hvað á hár, nema komið fram að stórkostlegt gáleysi hafi átt sér stað og það er sá eini kostur sem Vestmannaeyjar ber á til að fá bæturnar greiddar að fullu er að fara dómstólaleiðina. Eins og við vitum þá eru 370 milljónir ekki nema brot af tjóninu sem að tjónvaldur olli. Við erum að tala eigum von á því að matsmenn eða matsgerðin sýna okkur fram á að þetta sé 1300–1400 milljónir þetta tjón og ef vonandi tekur það ekki mörg ár að fá úr þessu skorið en því miður þá hafa nú dómstólar ekki afgreitt svona mál á núllleitni, þetta fyrir gegnum mörg dómstig en þetta er óvissan sem við sitjum uppi með fyrir komandi ár. Hver mun bera tjónið, tjónvaldur eða tjónþoli. En þetta er svona það sem við ætluðum aðeins að innbrá hérna í þessu máli hérna í bæjarstjórn í dag. Takk. Takk fyrir þetta. Eyþór Harðarson, áður en ekki orðið laust málið, bæjarfulltrúar vilja tjá sig það, þá vil ég lesa þær bókanir, eða þá bókun sem bæjarráð gerði þetta mál í morgun. Forvalsferli vegna fyrirhugaðra kaupa á nýrri vatnslögn til Vestmannaeyja, svokallari almannavarnalögn, NSL 4 var lokið 20. nóvember síðastliðinn. 2 aðilar tóku þátt í forvalinu en aðeins annar þeirra uppfyllir öll skilyrði hæfi og getu til að útvega lögn á tilsettum tíma. Verður í framhaldinu gengið frá formlegum kaupsamningi nýja lögn af þessum aðila og standa vonir til að það klárist á allra næstum vikum. Með Vestmannaeyjabær þurfa inna hendi fyrstu greiðslu þann 20. desember næstkomandi til að tryggja afhendingu lagnarinnar sumarið 2026. Verður sú greiðsla að fjárhæð danskar krónur 10 milljónir eða í kringum 200 milljónir. Þar af mun íslenska ríkið greiða 100 milljónir í samræmi við skuldbindingu þessa efnis og vegna NSL 3. Matsferli hefur staðið yfir síðustu mánuði vegna tjónsins sem varð á NSL 3 í nóvember 2023 en slíkt var nauðsynlegt til að fá greiddar tryggingabætur og afmarka fjárhæð tjónsins. Áttu matsmenn að skila matsgerð þann 1. nóvember síðastliðinn en það hefur því miður dregist sem ekki varð við ráðið. Þegar matsgerði liggur fyrir standa væntingar til að VÍS, Tryggingafélag Tjónvaldsins, greiði skaðabætur sem nemi í kringum 370 milljónum. Sú fjárhæð mun hins vegar ekki tryggja nema hluta raunverulegs tjóns af völdum skemmdana á NSL 3. Tekin hefur verið ákvörðun að fara í skaðabótamál til að sækja frekari bætur úr hendur Tjónvaldsins en slík málaferli geta tekið langan tíma. Orðið laust ef einhverju vilja bæta hér í, svo ekki, þá ber ég upp eftirfarandi tillögu. Bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarráði að ganga frá samningi kaup á almannavarnalögn NSL 4 svo hægt verði að tryggja að hún verði lögð sumarið 2026. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkið þessari tillögu gjöra svo vel að gefa merki. Hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá tekið fyrir 5. dagskrármálið framkvæmda á Hafnaráð Vestmannaeyja fundur 310. Þar liggja fyrir liðir 5
1 til 5.11 til upplýsinga. 7. dagskrármálið framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja 311, fundur númer 311. Þar liggur fyrir liður 6.1 til upplýsinga. Tekið fyrir 7. dagskrármálið umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 411, liðir 7.1 til 7.7 liggja fyrir til upplýsinga. Þá tekið fyrir 8. dagskrármálið sem framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur númer 312, þar sem liðir 8.1 til 8.3 liggja fyrir til upplýsinga. Liður 8.4 liggur hins vegar fyrir til staðfestingar sem samþykki á gjaldskrá slökkviliðs Vestmannaeyja fyrir árið 2025. Orðið laust þennan dagskrálið, enginn kveður sér hljóðs og göngum við þá til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir fyrir hugaðri gjaldskrá, bæjarfulltrúar, gjöra svo vel að gefa merki. Og það samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Þá tekið fyrir fræðsluráð Vestmannaeyja. Þetta dagskrárliður númer 9 og þetta fundargerð fræðsluráðs númer 390. Þar liggja fyrir liðir 9.1 til 9.3 til upplýsinga. Liður 9.4, kveikjum neistan, liggur fyrir til umræðu. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, mér langar bara og mér finnst bara mikilvægt að við vekjum athygli á því sem vel gert og mér langar að óska þeim sem að stýra verkefninu og halda utan það og starfsfólkinu sem á gólfinu, nemendunum og foreldrunum og öllum sem taka þátt til hamingju. Hér í Vestmannum hefur tekist alveg gríðarlega vel að stíga inn í og vera með samstillt, samstillt, ekki átak heldur að taka afstöðu til þess að gera breytingar. Það hefur tekist vel, það hefur tekist að virkja samfélagið og það var afskaplega gaman að fara inn í Hamárskóla á föstudaginn. Það sem að skólastjórnendur í báðum skólunum buðu starfsfólki að koma og þar settist fólk niður og klappaði sjálfur sér fyrir gott, góðan árangur í þessu verkefni sem ekki sjálfgefið. Það er mikil vinna að breyta vinnulagi, það er mikil vinna að tileinka sér nýja hluti en þetta hefur tekist alveg ótrúlega vel og ég held að við sem erum hér, nokkuð mörg okkar tókum þessa ákvörðun á sínum tíma að fara inn í þetta verkefni og taka þátt í því og það skiptir auðvitað máli að pólitíkin taki ábyrgð en auðvitað í samstarfi við fagfólkið og í samtali við fagfólkið og það var gert hér og það er klárlega árangur sem við erum að ná og við bara langaði að vekja athygli á því. Þetta er eitthvað sem getur verið stolt af og ánægð með og okkar bæjarfélagi til mikil sóma og öllum þeim sem taka þátt. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Vilja fleiri tjá sig þetta mál? Þetta mál vildi ég sagt hafa með leyfi varaforseta. Þá vildi ég taka undir þetta með bæjarstjóra, þakklæti og stolt fyrir því að með því hvernig bærinn og stofnanir á hans vegum hafa tekið á þessu verkefni. Ég var óverðugur kallaður til sem varamaður í að taka á móti þessum verðlaunum. Fór nú hálfpartinn hjá mér, en ég var nú þarna með skólastjóranum, Önnu Rós Hallgrímsdóttir, þannig að ég leiði mér að minnsta kosti að vera stoltur þó ég stæði þarna eins og ég segi óverðugur. Ég var hins vegar enn stoltari þegar alls konar fólk við þessa athöfn, meðal annars þeir sem tóku þá ákvörðun að veita þessu verkefni verðlaun, komu og lýstu þessu og útskýrðu fyrir mér af hverju þetta var gert. Að þá gerði ég mig grein fyrir því að þetta hefur vakið miklu meiri athygli á landsvísu heldur en ég þó hafði gert mig grein fyrir áður en að þessari athöfn kom og ég vil bara þakka fyrir þetta. Umræðu þetta mál er þá lokið ef ekki fleiri kveða sér hljóðs. Þá er tekin fyrir 10. dagskrárliðurinn sem fundur bæjarráðs Vestmannaeyja númer 3226 sem samþykkt var með afbrigðum í upphafi þessa fundar að taka hér á dagskrá. Fundargerðin þá öll opin til umræðu þar sem þetta var tekið inn með afbrigðum en ég gerir ráð fyrir því að fyrstu 4 liðirnir í þessari fundargerð séu tæmdir. Liður 5 í fundargerðinni þá viðauki númer 8 við fjárhagsáætlun
2024 sem lagður var fram og er að ræða eins og hefur komið fram í ýmsu samhengi hér fyrr á þessum fundi 100 milljón króna lán til vatnsveitu vegna staðfestingagreiðslu við pöntun á nýrri almannavarnalögn. Viðaukinn er fjármagnaður með handbæru fé. Orðið er laust þennan lið. Enginn hefur hvað sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þennan viðauka gjöru svo vel og gefið merki. Hann er samþykktur með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er það liður 6 í þessari fundargerð sem er húsnæðisáætlun. Drög að húsnæðisáætlun Vestmannaeyjabæjar, þetta er úr bókun bæjarráðs, voru lögð fyrir bæjarráð. Þau drög voru unnin af framkvæmdastjórum Vestmannaeyjabæjar og byggðar á upplýsingum frá öðrum stjórnendum. Bæjaryfirvöld þurfa að ákveða tiltekna forsendur í húsnæðisáætluninni áður en hægt er að ljúka henni, svo sem þróun fólksfjölgunar, húsnæðisþörf, áforma lóðaframboð og uppbyggingu húsnæðis. Forseti leggur einfaldlega til að bæjarstjórn feli bæjarráði að ljúka þessu máli en orðið er laust þessa tillögu ef einhver vill tjá sig. Ef ekki, þá ber ég hana upp til samþykktar. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja að fela bæjarráði að ljúka þessu máli gjöra svo vel að gefa merki. Og það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 7 til 17 liggja fyrir til umræðu, eins eðli málsins samkvæmt, af því að þetta var tekið inn með afbrigðum. Vill einhver tjá sig þessa liði? Enginn kveður sér hljóðs og umræðu er lokið. Þetta er síðasti fundur ársins og þótt það sé frekar kannski skrítið að óska fólki gleðilegra jóla núna í nóvember, þá geri ég það nú samt hér með og þakka bæjarfulltrúum fyrir samstarfið á árinu. Til næsta fundar verður boðað miðvikudaginn 20. og 2. janúar. Þessum fundi er slitið.